þátt í málþinginu með því að vera frummælendur og með þátttöku í pallborði hér á eftir. Frá því að félagið Ærumend var stofnað höfum við sem erum í stjórn félagsins leitast við að leiða sannleikann í ljós. Við höfum átt fundi með fólki sem hafði sig frammi með ásakanir í garð Sigurðar Friðriks og settist í dómarasæti og allt hefur það verið gott og gefandi og borið árangur í flestum tilvikum og mál þokast fyrir góða baráttu sérstaklega hvað varðar íþróttafélagið Val, en því miður hefur ekki gengið eins vel varðandi framkvæmdastjórn KFUM og K sem hefur kynokað sér við að ræða þessi mál og sagt að allir umræðum málið sé lokið. Heyrist illa? Heyrist ekki í mér? Ekki þessi? Allt í lagi. Ég reyni þá að brýna röddina. Óneitanlega voru það vonbrigði fyrir mig að inngöngubeiðni mín í KFUM var ekki afgreidd fyrir aðalfund sem var í gær og spurt hvort ég vildi þá nokkuð vera að brasa í þessu fyrst ég kæmist ekki á aðalfundi. En það nú það að aðalfundir kom eftir aðalfund alltaf árlega, þannig að ég ákvað að halda áfram að brasa í þessu en það var ekki inngöngubeiðnin eingöngu með tilliti til aðalfundar. En hluti af því sem við fjöllum hér er sem sagt meðal annars með hvaða hætti KFUM og K hefur brugðist við með þeim tilmælum okkar það að ræða þessi mál og reyna að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Þegar hópur fólks kom saman sem óbuð árásnir á Sigurðar Friðrik til að fresta þess að skoða málin og athuga hvað verið hæft í ásökununum og hvað verið hægt að gera var á brattan að sækja og það vissum við. Ég sagði alltaf að þetta væri langhlaup en ekki spretthlaup. Og vinur minn Lárus Loftsson sem mikill ofurhugi og kappsmaður sagði þá að hann vildi þá að langhlaupið yrði tekið í spretthlaupi. En ég held að okkur myndi þrjóta örendið áður en að við kæmumst á endan en allir verða að gera eins og þeir hafa margt inn. En það sem hefur áunnist er meðal annars það að almannarómur hefur breyst verulega okkur í hag. Fólk spyr iðulega hvernig stendur á því að þið eruð ekki í máli og þá væntanlega semst af hverju við erum ekkert að höfða mál varðandi ærumeiðingar í garð Sigurðar Friðriks og sérstaklega þegar hann er búinn að liggja 60 ár í gröfinni. Og það var til þess að svara að við höfum eitthvað heimildir til þess, við getum það ekki. Í dönskum rétti í 267. grein danskra hegningarlaga að þar eru látnir njóta æruverndar alltaf 20 ár eftir andlát sitt. En engu sambærilegu ákvæði er að heilsa í íslenskum lögum. Jafnvel þó að slíkt ákvæði hefði verið í íslenskum lögum að þá er löngu liðinn sá frestur sem er að ræða vegna þess að umræðan þetta mál og það sem að því varðar að það kemur ekki fyrir Sigurðar Friðrik búinn að vera látinn í 60 ár. Þannig að málsókn var útilokuð til þess að reyna að endurreisa æru Sigurðar Friðriks og það hefði þurft að gerast miklu fyrr og hann eiga aðstandur til þess að reka það mál. Til þess að endurreisa æru Sigurðar Friðriks verðum við því að fara aðra leiðir og kanna málið út í hörgul og vinna því að sannleikurinn komi í ljós og verði virtur. Sem dæmi hvað þetta olli miklu sársauka hjá mörgum þegar ávirðingarnir voru settar fram gegn Sigurðar Friðriks Friðrikssonar, vísa ég til þess sem kemur fram í góðri bók Karls Sigurbjörnssonar fyrrum biskups, Skrifað í sand. En þar segir hann á blaðsíðu 54-55 og ég ætla bara að segja við ykkur því sem ekki hafði fengið ykkur þessa bók að hún er vel þess virði að lesa hana yfir og eiga hana því að hún er mjög vel skrifuð og góð en það sem að ég ætla að vísa til er það þegar það kemur allt í einu hjá séra Karli þá fárveikum raunverulega sem sagt að komin að banalegni þegar allt í einu koma þessar ávirðingar í garð Sigurðar Friðriks. Og hann segir, semst með við kynni sín, Sigurðar Friðrik þekktum við og bárum ómælta lotningaþrungna virðingu fyrir honum. Faðir minn, þar að segja Sigurbjörn Einarsson biskup, taldi hann til sinna mestu velgerðarmanna
Oft fengum við bræður að fylgja pabba hann í heimsóttu öldunginn og heimil hans við Amtmannsstíg. Það var eins og að stíga inn í helgidóm og kom inn í stofuna hans sem var mettuð höfgum vindlarregn, bækur alla veggi, helgimyndir, styttur. Í hægindastóli í horninu satt öldungurinn, hvítskeggjaður, með bjartan svip en augun blind. Ekki man ég samræður þeirra, en ég man hrjúfa sérkennilega röddina og hása hlátur. Síðan segir Karl: í nýútkominni ævisögu séra Friðriks sterklega látið að því liggja að hann hafi verið samkynhneigður og haldinn drengjagirnd, jafnvel brotið á drengjum. Það var mér eins og fleirum gríðarlegt áfall og harmsefni að heyra og lesa. Hratt var brugðist við að fálmu borgaryfirvöld og ákveða að fjarlægja minnismerki hans og afmá þannig minningu hans. Það allt þá einskis vert og hér eftir hjúpað svörtu skuggaskýi alvarlegra grunnsemda. Hvað með allar hlýjar minningar, hina ótal mörgu sem hrifust af honum boðun hans, mannræktarstarfi og vitnisburðum Jesú Krist upplýsir. Munu þróttmiklir sálmar hans og söngvar sem hafa auðgað kristna samfélag á Íslandi svo ríkulega þagna. Ég má ekki til þess hugsa. Þetta segir Karl og þá enginn kominn til að vera í andófi eða til þess að benda á hvaða vandamál og annmarkar eru uppi varðandi þá opinberu umræðu sem að kemur fyrst eftir að bókin séra Friðrik kom út. Hann lýsir því hvað hann var fyrir miklu áfalli að lesa þetta og fylgjast með þessu. Og hann gat ekki séð hvað rógurinn í garð séra Friðriks var reistur á vesölum grunni. Hann hafði því ekki forsendur til að neita þessum ávirðingum á þeim tíma. En hann spyr enga síður: hvað þá með fyrirgefninguna? Og það eins og það virðist vera horfið úr boðun kristinnar evangelískrar lúterskrar kirkju að nokkuð slíkt eigi að vera til. En það allt annað mál. En nú vitum við sem hér erum og vonum að hlutirnir ekki eins klipptir og skornir eins og það látið að liggja í upphafi þessa fárs sem að reið yfir. Og við höfum verið að fá gleggri mynd og við erum hér í dag til að fá enn gleggri mynd. Við sem teljum þetta vera langhlaup höfum þó alltaf í huga sem segir í Nýja testamentinu svo vel og vel á við þessu tilviki: biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna og knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Við þurfum virkilega að knýja á hjá KM og K, sennilega oftar en einu sinni til þess að ná árangri. En við gerum það. Við skulum halda áfram að leita að gögnum og biðja Guð muni vel fyrir sjá og knýja á án afláts þangað til að fyrir okkur verður upplokið. Ég bið Theodór Halldórsson aðalritara félags að taka við stjórn málþingsins. Komið sæl. Takk Jón. Velkomin á þetta málþing. Ég vil upphafi aftur að það stóð í dagskránni hjá okkur einhvern tímann kosningaritara. Hann verður ekki kosinn því að þetta allt tekið upp. Það verður þannig að ég ætla bara að kynna dagskrána og heitir málþingsins eins og þið viti heitir Hver sannleikur, æru, vernd og dómstóll samfélagsmiðla. Frummælendur verða hér til að byrja með 3: Björn Jón Bragason, sem situr hér við áborðið ásamt Jóni Steinari Gunnlaugssyni og Valgerði Snæland Jónsdóttir. Þau kynna betur hvað þau tala. Ég er með nöfni hérna, ég er ekkert viss að ég sé mér rétt nöfn á fyrirlestruna. Nú, að svo búnu að þá munu koma hér upp fulltrúar frá félagunum, félagar í félagunum KFUM, Val og Fósbræðra og segja í mjög stuttu máli, ítreka mjög stuttu máli frá hver staðan í þessum félögum gagnvart þeim aðgerðum sem framfóru til að taka niður æra séra Friðriks árið 2024 og hvernig það þróast og hver staðan í dag.
Það verða þeir Hans Gíslason frá KFUM, Sigurður Haraldsson frá Val og Lárus Lofsson fyrir fóstbræður. Að því loknu tökum við kaffihlé og síðan eftir kaffihlé þá munu fulltrúar Vals sem að vera bánir hingað, stjórn Vals, að tjá sig og sömuleiðis fulltrúar framboða í Reykjavík sem hér mætt og ítreka þá vera stutt. Já, það sko Manchester City Arsenal klukkan 4. Að þessu loknu verða pallborðsumræður og fyrirspurnir og ég vil benda á að sérstaklega var boðið hingað séra Bjarna Karlssyni, Sigrúnu Júlíusdóttur og Guðmundi Magnússyni og Tómasi Torfasyni, framkvæmdastjóra KFUM. Og þeir geta þá tjá sig undir þessum lið sem lasu báðan fulltrúar á Vals, KFUM og tjá sig. En svo vil ég bara tala það sko að ég ætla að stjórna því svolítið sjálfur að frummælendur tala, við tökum svo pallborð umræður og fyrirspurnir þarna eftir kaffihléð. Ef ég met svo að það sé nauðsynlegt að einhver fá að tala, þá leyfi ég það, þá þarf hann að taka á mikrofón og tala því að það allt tekið upp. Og sömulegis bara að koma hérna upp það ekki tæknimaður því að þannig að sá sem að með fyrirspurnina sé í mynd. Ég er með þráðlausa mikrofón. Ljómandi. Þá okkur ekki til setunar boðið og ég býð Björn Jón Bragason að koma hér upp og flytja sitt erindi sem frummælanda. Síðan í næstur verður svo Jón Steinar og síðan Valgerður Snæland Jónsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, fundastjóri, kæru fundamenn. Ég þakka félaginu kærlega fyrir það traust sem verið sýnt að vera boðið hingað. Að tala efni sem að ég hef talsvert kannað. En mér langar að byrja í Danmörku árið 2020. Þá gerist það að brjóstmynd Friðriks V konungs Danmerkur og Noregs var stolið úr hátíðasal Konunglega Listaakademísins og ræningin skildi eftir bréf. Þar stóð að hann vildi með athæfinu vekja athygli á að Charlottenborg, þar sem Listaakademíð til húsa hefði verið reist fyrir tekjur á þrælavörslum, en Friðrik V hafi verið stofnandi akademísins. Það kom í ljós að þetta var lektor við Konunglega Listaakademíð sem hafði framið þetta skemmdarverk og hún var í kjölfari rekin starfi og kært til lögreglu. Hún hafði varpað listaverkinu í höfnina og hún var stolt í samtali við fjölmiðla af skemmdarverkinu. Brjóstmyndin hefði afmyndast og verknaður þar með fullkomnaður. Hér er eiginlega að ræða menningabylgju sem var þetta merkilegt, ég tala um amerikanseringu, þetta merka menningaríki í vestri, að það er svo skrítið að hvað lítið berst af hámenningu úr vestri og það er einhvern veginn svo amerísk hámenning raðtekkinga heldur eiginlega alltaf verst á amerískri menningu virðist við Kína við og hér var líka, já það er að segja það hafði verið svona menningabylgja sem það risið þar sem gekk út á það að það væri óhafa, það er að segja að skemma listaverk eða þess að minnisvarða á þeirri forsendu það væri óhafa að hampa hennum framliðna. Og þetta gerist á Íslandi hér líka þegar listakonurnar Bryndís Björnsdóttir og Steinunn Gunnlaugsdóttir skemmtu og stálu verki Ásmundar Sveinssonar, Guðrúnu Þorbjarnardóttur, sem það sögðu rasíst og þessum var allir svarað mjög rækilega enda áttu þar ásakanir ekkert rök að styðjast. En hér vakna alls kyns spurningar sögulegt endurmat og hvort að það sé rétt að leggja síbreytilega mælingar samtímans á viðburði fortíðar eða hvort það sé ekki réttar að vera að setja okkur inn í tíðaranda og allavega til marki sem það unnt þegar við erum að tala sögulega viðburði. En það krefst mikils lærdóms og er ekki öllum fært og þá
þá skulum við mynda okkur að ævisögu séra Friðriks Friðrikssonar. Og eins og náttúrulega okkur öllum kunnur þá olli hún miklu fjaðrafoki og það kannski einkanlega frásögn þar sem eignuð ónafngreindum heimildamanni sem Guðmundur Magnússon höfundur bókarinnar kallar Kristinn. Og samkvæmt þeirri frásögn sem ekki nákvæm þá á séra Friðrik að hafa leitað á viðkomandi þegar hann var ungur á árum, en séra Friðrik á þeim tíma orðinn háaldraður maður og líklega alblindur. Og Guðmundur hefur í bókinni allnokkurn fyrirvara á sínu umfjöllun. Og hann hafði líka fyrirvara í viðtali við fjölmiðlamanninn Egil Helgason í bókmenntaþætti hans Kiljunni, en gerir þetta engu að síður að aðal umfjöllunarefni. Og þrátt fyrir þessa fyrirvara þá urðu afleiðingarnar meiri háttar. Mér langar aðeins að víkja að bókinni. Það er ekkert margir sem hafa lesið þessa bók og hún var ekki mikið seld. Og hérna sá ég með þetta frétta sem Egil Helgason sem hafði átt viðtalið við Guðmund hvatti menn til stillingar og hvatti menn til að lesa bókina. Það er dálítið athyglisvert hversu mörg dæmi í bókinni það sem ýjað að einhverjum meintum löngunum Friðriks til drengja og jafnvel án þessu sem okkur tilefni til slíkara vangavelta. Og Guðmundur dregur til dæmis mjög víðtækar ályktanir af innilegu og ástríku tali í bréfum séra Friðriks. Og hann getur ekkert rannsóknað sagnfræðinga, þetta efni hefur töluvert verið rannsakað. Og ég hef rætt við prófessora hér í sagnfræði og ýmsa sagnfræðinga sem hafa rannsakað þessi efni, rannsakað bréfaskipti mann á 19. öld, þar sem notuð mjög ástríkt orðalag. Og ég vísa þarna líka þessi Sigrún Sigurðardóttir sagnfræðingur. Hún hefur rannsakað það sem kallað rómantíska vináttu karla á 19. öld og vináttu sambönd karla á þeim tíma hafa ekki bara falið í sér kærleiksrík orð í bréfum, heldur líka daður og kjass og það hefur enginn séð eitt athugavert við það. Þessa getur höfundur ekkert í bókinni, það er að segja rannsóknar sem hafa verið gerðar á þessu sviði. Mér langar að taka nokkuð dæmi og þetta er svona, þið fyrirgefur, þetta er margt af þessum finnst mér ekki smekklegt og kannski getum við hæfið til að vera að tala um þetta í Guðs húsi en við verðum að krifja málið til mergjar. Á blaðsíðu 68 þar skrifa Guðmundur séra Friðrik litlir drengir vekja hjá honum einhverjar kenndir. Þarna æði langt seilst í tilraunum til þess að skyggnast inn í hugarheim séra Friðriks og orðið kenndir í sambandi tengdu kynferðislega langanir og það er enda að vekja einhver hughrif á lesandanum óeðli. Og hann bætir betur Guðmundur og segir að það sé greinilegt að Friðrik hafi afdráttarafl sem laða litla stráka til sín. Á blaðsíðu 159 skrifa Guðmundur séra Friðrik að það sé eins og óþekkir drengir veki hjá einhverja kenndir, snert einhverja strengi í honum og hér sem fyrir þá að nota þá orðalag sem vísar til kynferðislega langan. Það er að tína til fjölmörg dæmi orðanotkunnar af þessu tagi. Eitt dæmi líka, blaðsíðu 125, þá Friðrik hafði verið í Kaupmannahöfn, kominn aftur heim og hann er kominn á prestaskólann og hann hittir á förnum vegi dreng sem var kallaður Dændi, sem var Böðvar, sonur Kristjáns Jónssonar, dómara við Landsyfirréttinn. Og Guðmundur skrifar að Dændi sé laglegur á fíngerður og sjónleik skólapilta andbýlingur sem var 2 ára seinna þá sé hann fengið til að klæðast kvenmannsfötum og leika ung og stúlku, en það sé erfitt að fá pilta til að taka af sér slík hlutverk. Á þeim tíma voru eingöngu piltar við lærðaskólann og þeir tóku að sér öll hlutverk. En þessa getur höfundur ekki og verður enn og aftur eins og sé verið að ýta undir einhverjar óljósar hugmyndir hjá lesandanum. Það er talsvert í bókinni talað Olfert Rickard og þeim var mjög vel til vina, séra Friðrik og Rickard sem var helsti forystumaður KFUM í Danmörku. Og Guðmundur hefur heimild einhvers prests í Danmörku fyrir því að Olfert Rickard hafi verið barnaníðingur. Ég hefur reynt að spyrja svolítið fyrir mitt í Danmörku og ég finn engar heimildir þetta og það meira þess að láti að því liggja
í samtalinu í Kiljunni að Álfheiður Richard hafi verið tekið niður á stalli sínum. Það vill vera þannig til að brjóstmyndin af Álfheiður Richard enn við Garnison kirkju, hún bara þar á dögunum og leit þangað og hún stendur þar enn. Þannig að hér sem sagt ein heimild við þessa danska press sem ekki nafngreindur og miklar ályktanir dregnar af. En séra Friðrik var felldur af stalli og það borgarráð Reykjavíkur, hún ákveður fáeinum vikum eftir að bókin kemur út 23. nóvember að fjarlægja minnismerkin séra Friðrik sem hafði staðið á horni Lækjargötu og Amtmannsstígs frá 1955. Þá lá ekki fyrir skýrsla málið sem að KFUM og KA óskaði eftir og málið hafði ekki fengið neina yfirvegaða umfjöllun. Og stjórnmálamennirnir virðast hafa rapað þeirri ályktun sem að þótti til líklegast til vinsælda fallin þá stundin allir sem einn og ekki ber það nú vott góða stjórnsýslu. En aftur það vakna spurningar umgengni við söguna. Það sem hafði gerst þá var að einn dáðasti Íslendingur síðustu aldar var skyndilega stimplaður kynferðisafbrotamaður. Og maður spyr sig hversu viðamiklar og áreiðanlegar þurfa heimildir að vera til að unnt sé að fella dóma menn og málefni. Mér var kennt í Sagnfræði við Háskóla Íslands að það þyrftu að vera minnst kosti tvær, að við vorum að tala einhvert efni sem væri vandmeðfarið, að það verði að vera minnst kosti tvær heimildir sem væri óháðar til þess að væri hægt að slá einhverju föstu. Og svo þetta líka eitt, ef við skoðum þetta á sjónarhóli lögfræðinnar, að það gildir svo meginregla í réttarríki að menn telji saklausa til sekt sönnuð og það engin, hér ekki farið fram nein réttarhöld og það líka spurning hvað þá með látna menn eins og Jón minntist á hér áðan. Og eftir því sem að lengar líður frá hinum meintu afbrotum þá verður þetta örðugur að færa sönnur á hvað hefur gerst. Og svo getum við heldur ekki útilokað rangar sakargiftir. Og það eru hörmuleg dæmi það erlendis frá og til að mynda sem gerist í Bretlandi fyrir nokkrum árum var ásakanir á hendur Edward Heath sem voru talsvert í fréttum sem virtist ekki var engin fótur fyrir. KFUM og K ákvað að bregst við mjög hratt í kjölfar útgáfu bókarinnar og birti heilsíðulýsingu í Morgunblaðinu þar sem að kemur fram að þau hafi leitað til séra Bjarna Karlssonar og Sigrúnar Júlíusdóttur og þar sem þeim falið að hlutverk að ræða við þolendur og vitni sem tengst gegn hugsanlegum brotum gegn kynferðismörkum barna og ungmenna að hálfu séra Friðriks Friðrikssonar eins og það orðað. Það vekur athygli mína og fleiri að séra Bjarni skyldi hafa fengið til þessa verks þar sem að hann hafði í viðtali við Kastljós Ríkissjónvarpsins nokkrum dögum fyrr sagt umrætt mál vera mar á þjóðarlíkamanum eins og orðað og mar sem þyrfti að hreinsa. Það er því erfitt að sjá hvernig hann gat talist hlutlægur rannsakandi í ljósi þess að hann hafði haft uppi svo gildishlaðnar yfirlýsingar. Skýrsla séra Bjarna og Sigrúnar til stjórnar KFUM og K hefur ekkert fengist birt opinberlega en hún er enda mörg með hana, einhvað síður, hún hefur farið víða, en hún er mjög rýr og þar er aðeins að finna eina frásögn á fyrstu hendi og eina frásögn eftirlifandi eiginkonu, tveggja annarra frásagna látna menn. Séra Bjarni talar það í þessari skýrslu eða minnisblaði eða hvað við að kalla það, bréfi til stjórnar KFUM að hann hafði rætt við Guðmund Magnússon og beðið að koma þeim skilaboðum til þessa heimildamannsins og nefnds Kristins að þau Sigrún vildu gjarnan ná hann á tali en maðurinn hafði ekki samband. Af þessum takmörkuðu heimildum þá draga Sigrún og séra Bjarni þá ályktun að það séu meiri líkur en minni á að, svo kemur orðið tilvitnun, að háttsemi séra Friðriks hafi sumum tilfellum farið yfir kynferðisleg velsæmismörk gagnvart ungum drengjum og valdið þeim skaða, eins og það orðað. Og þrátt fyrir að það séu slegnir varnaglar, þá er fullyrt og þau fullyrða að hulunni hafi verið svipt af óviðeigandi háttsemi séra Friðriks gagnvart ungum drengjum á síðustu öld með staðfestum dæmum.
KFUM sendi frá sér yfirlýsingu 20. desember 2023 þar sem fram kemur að fleiri vitnisburðir sem varu hafnir yfir skynsamlega vafa sýndu að séra Friðrik Friðriksson, stofnandi félagana, hafi árætt drengi kynferðislega og farið mörk þeirra og þetta er grein tilvitnun. Og það notað við lögfræðilegt orðalag þar að segja eitthvað sé hafið yfir skynsamlega vafa. En það blasir við að þær frásagnir sem að þarna liggja til grundvallar, þær dygðu vart til útgáfu ákæru í sakamáli, hvað þá refsidóms ef það kemur fram nú enda margt óljósar. Og það leiðir meðal þess að hlutlægnisskyldu ákæruvalds ef við heimfærum þetta á lögfræðina að sé vafi í sakamáli þá skal hann túlkaður sakborningi í hag og það er næfaforna regla in dubio pro reo. Tómas Torfason, framkvæmdastjóri KFUM og Sigurður Júlíusdóttir, þau voru gestir Kastljós Ríkissjónvarpsins í kjölfar þess að skýrslan kom út og Tómas segir þar að frásögn bókar Guðmundar hafi komið stjórnfélaginu algjörlega á skjöldu og í kjölfarið orðið einhugur það meðal stjórnarfólks að leiða málið til lykta, eins og orðaði það. Ég fæ ekki sér hvernig þetta mál verður leitt til lykta, allavega ekki svona í einni sviphendingu. Sigrún sem sagt fullir einhvað síðan þetta í viðtalinu, það fari ekki að milli mála að brotinn hafi verið framinn eins og nota hennar orðalag. Hún neitar einhvað síðan að tilgreina fjölda þeirra sem hefði haft samband við þau séra Bjarna, en tók þá fram að upplýsingarnar væru nánast alfarið ekki frá fyrstu hendi, ekki frá þolendum heldur frá aðstandendum þeirra einu eiginkonur og dætur hafa haft samband, segir hún. Samt sem áður, þá sagði hún að veri full ástæða til að ætla að þolendur séra Friðriks væru enn fleiri en komið hefði fram. Hvernig sem hún gat fullyrt það. Það er ýmislegt í þessum yfirlýsingum sem við höfum rætt þetta mikið ýmsir og ég hef verið í sambandi ýmsa sem að stofna þessa félags og það til að mynda er ýmislegt varðandi svona hugtakanótkun sem er mjög sérkennilegt, til að mynda það að varðandi þetta orðalag með vörumerki. Þess að skýrslan hún er ekki eiginlega rannsókn, það er safnað saman sögum og framkvæmdastjóri KFUM hann fullir að það sé hafið yfir allan vafa að Friðrik hafi farið yfir eðlileg mörk í samskiptum við börn eins og hann orðaði það og bætti við ásýnd séra Friðriks væri sködduð og hygðist KFUM og káði ekki nota nafn hans sem vörumerki. En séra Friðrik er ekki vörumerki í neinum skilningi og þetta komust reyndar af því ég var að þetta hafi verið svona ráðgjafi í almannatengslum sem hefði komið hérna málum og þetta ber líka þetta orðalag ber þess merki. Tengsl séra Friðriks við KFUM og Val eru þess eðlis að þau verða bara ekkert afmáð og það að tala vörumerki í því sambandi eru þetta bara barnaskapur. Frá sjónarhóli sagnfræðinnar þá verða ekki dregnar neinar öruggar ályktanir út frá umræddum frásögnum engum. Viðmælandi Guðmundar Magnússon ekki komið fram og það er aðeins ein frásögn í þessari skýrslu sem frá fyrstu hendi og annað eru endursagnir. Þessi frásögn hún mjög sérstök og kann líka eiga sér einhverjar eðlilegar skýringar. Og það verður líka að skoða fálm og þreifingar séra Friðriks í ljósi þess að hann var aldurnýr og líklega alblindur á þessum tíma. En svo það hínum kannski því að það er að segja ég verið einnig þar að ástæðan þess að ég fór að skoða þetta mál var ég komst í mætti og fund hjá þeim sem stóð að stofnun þessa félags og hitti all oft og við ræddum þessi mál heilmikið og ég meðal annars líka ræddi við Þorstein Haraldsson heiti og hann hafi rannsakað líf og störf séra Friðriks og hafði verið Guðmundi mjög handar við ritun bókarinnar. Við töluðum saman fáeinu vikum áður að lést og það var satt að segja átakanlegt hvað þetta hafði haft þungbær áhrif á og það ég líka orðið varfið. Þetta er eiginlega sár sem ristir mjög djúpt og þarf að þetta græða, það er að segja þetta mál allt saman og
En Þorsteinn lést þarna skömmu eftir að við töluðum saman. Það enginn sem hefur rannsakað ævi og störf séra Friðriks meira en Þorsteinn heitinn. Ef ég dreg þetta þá bara saman í lokin, ég held að það var rétt að KFUM gerði skýrslur opinbera og reyndar bara öll gögn málsins og fengju fleiri utanaðkomandi til þess að fara yfir gögnin. Nú ef að heilindi séra Friðriks hefði endurinn ef að því loknu, þá var rétt að taka gögnin á málinn til frekari meðferðar og ég heldur rétt að gaumgefa þá hvort tveggja frá sjónarhóli lögfræðinnar og sagnfræðinnar. Það þyrftu þá að gæta við slíka athugun að öll hugsanleg sjónarmið kæmi fram, jafnvel þannig að það hefði efnt til rökræðu fyrir opnum tjöldum, svona eins og við þekkjum kannski kaþólsku kirkjunni, þar sem þeim eru teknir dýlingatörur með advocatus Dei og advocatus Diaboli. Vegna þess að ég sannfærður að einungis vandleg rannsókn og rökræða, líkt og við erum að eiga hér, getur fært okkur nær niðurstöðu þessu máli sem sambóðin siðmenntuðu menningarríki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björn. Það kom margt merkilegt fram sem vert að hafa í huga. En Jón Steinar Gunnlaugsson, gjörðu svo vel og oft sviðið. Takk fyrir. Fundarstjóri og kæru verndarar ærunnar sem hér eru staddir. Ég nú svo kæfusamur í þessum ræðustól að við erum alveg sammála við Björn Jón. Það nú ekki alltaf á svona fundum að rummalendur eru sammála og ég get nú bara, ég tek undir allt sem hann sagði og ég get kannski aukið einhverju við og þá sérstaklega lögfræðilega hlið málsins. Nú það auðvitað kunnugt eins og hann sagði að það gildir samkvæmt íslensku stjórnarskránni sú regla að hver sá sem borinn sökum refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð. Þessi regla í stjórnarskránni okkar og hana líka að finna í skyldum ríkjum sem við köllum réttaríki, lýðræðisríki sem við köllum réttaríki vegna þess að mál þar sem að deilt athafnir manna eru leyst fyrir dómi með þeim réttarfarsreglum sem þar eru notaðar. Ég hef alltaf litið svo á að reglan sakleysi þar til sekt sannast sé ekki síður siðferðisregla heldur en lagaregla. Okkur ber að mínu mati að umgangast hvert annað með siðferðilegum hætti getum við sagt, þar að segja að ber ekki hvert á annað einhverjar sakir og þá auðvitað síst af öllu sakir sem ekki liggja fyrir sannaðar. Og þessi regla virt yfirleitt í öllum réttaríkjum. Það er stundum sagt að það sé betra að 10 menn sekir sleppi heldur en að saklaus sé sakfelldur. Og hvaða hugsun hvílir í þessu? Já, það hvílir sú hugsun að sakfelling sé auðvitað miklu alvarlegra inngrip í líf viðkomandi manns heldur en það að sleppa við refsingu og menn hafi brotið eitthvað af sér. Var ekki verið að segja núna frá einhverjum manni sem var sleppt úr fangelsi eftir 15 ára fangelsisrefsingu? Heyra menn illa í mér? En hvort það þetta slæmri heyrn eða lágum rómi? Ég meira sér sjálfur með heyrnartappa, Það ekki til þess að loka fyrir heyrnarna, heldur til þess að ég heyri sjálfur það sem ég segi. Halló, nú það betra kannski. Takk fyrir. Já, við leggjum þannig mikla áherslu á það að menn sé ekki saklausir, dæmdir til refsinga.
Það er þetta augljóst af hverju það er. Það gerðist svo vegna, já, hvað ég var að segja, þess ryktis eða viðurkenningar sem að séra Friðrik hafði að það var á árinu 1951 sem 100, ég get kannski notað brottborgarar, skrifuðu undir ávarp sem að var það að já, þeir segja í ávarpinu meðal annars fyrir oss sem undirritum þetta ávarp og vakir það að líkani af séra Friðrik verði komið upp í höfuðstað landsins á nálægum tíma og við ætlumst til að þjóðin öll eigi þar hlut að. Við efum ekki að þetta verði auðsótt mál svo mikið sem íslenska þjóðin á honum að þakka. Þetta voru 100 borgarar sem var skrifuð undir þetta og síðan fór fram fjársöfnun. Það var ekki KFUM sem kostaði gerð stéttarinnar og þaðan síður þetta Reykjavíkurborg sem kostaði, það var samskot. Það voru frjáls framlög sem að fjármögnuðu gegn þessara styttu sem að hann reisti síðan eða hjó til Sigurjón Ólafsson myndhöggvari. Björn Jón fór nú yfir dagsetningar í þessu, þetta nú með hreinum ólíkindum sko. Þessi maður sem að nafnlaust hefur komið fram, það nú eitt og sér bara mjög ámælisvert að vera að birta svona pistil eins og þarna á blaðsíðu 423-4. Það er bara ámælisvert að vera að birta svona pistla án nafns þess sem að segir það sem að í þeim stendur. Kannski væri rétt að grípa til viðurlaga gagnvart þeim sem að gera þetta. Þetta er miklu, í sjálfu sér ámælisverðari framkoma heldur en svo sem að séra Friðrik var sakaður og mætti þá frekar grípa til einhver áræða í því. Ég er nú ekki að mæla með því að það er gert, en þetta er mjög undarlegt allt saman. Og það er 1961 sem að séra Friðrik andast. Þessi frásögn í bókinni er birt þegar bókin kemur út árið 2023. Það var alltaf maður ráði við að leggja saman árafjöldan í þessu. Hvernig dettur mönnum í hug að fara með svona ásakanir fram á hendur látnum manni, þessum, hvað hann var sagður 80 ára, þessi maður sem bar þetta fram. Hvernig dettur mönnum í hug að bera þetta fram eftir svo langan tíma. Og menn athugi það að hann segir frá því sjálfur, maðurinn, þessi nafnlausi maður, að hann hafi haldið áfram að sækja fundi hjá KFUM eftir þessa atburði sem að, ég er nú ekki alveg ljóst hvenær áttu sér stað en einhvern tímann sennilega áður en séra Friðrik andaðist, ég býst nú við því. En þá er hvað, yfir 70 ár frá því að þetta á að hafa gerst og þangað til maðurinn upplýsir þessu og lýsir þessu alla tíð sem miklum kvölum í sínu lífi. Þó að athafnir séra Friðriks að hans hafi ekki snúist annað heldur en að hann sæti í fanginu á honum og hann hafi strokið honum eitthvað líkamann, utan fata. Guð minn almáttugur. Það er mikið sem má ádynja við slíkar athafnir. Þetta segir auðvitað ekkert annað en að sem allir vissu, sko. Að séra Friðriki þótti vænt sérstaklega unga drengi þannig vegna tíðarfarsins á þeim tíma og sýndi þeim blíðuhót þegar hann hittaði. Er eitthvað athugavert við það? Guð minn almáttugur. Það er nefnilega þannig að það sem farið er af stað með yfirlýsing þessa manns, það er ekki einu sinni refsivert. Hvað á þetta þýða, sko? Að haga sér svona. Nú, það er líka athyglisvert hér, sko, við þekkjum það vel í nútímanum og ábyggilega betur heldur en var á þessum tíma þegar þessi bók kom út.
Nei, einmitt þegar hún kom út að sko viðbrögð manna og sérstaklega kannski því miður stjórnmálamanna við einhverjum svona áróðri eða hvað ég segja ásökunum mótast mikið af því hvað þeir halda fólkinu líki þegar þeir eru að taka undir slíkar ásakanir eins og þessa. Það liggur nú fyrir að borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti að fjarlægja styttuna frá Lækjargötunni þarna þar sem hún var með 23 atkvæðum, öllum atkvæðum borgarstjórnar. Og það tók ekki langan tíma. Þeir gerðu ályktuðu þetta í lok nóvember, nokkrum dögum bara eftir að bók Guðmundar kom út. Þetta finnst manni og það var ekki vikið að því einu orði svo að vita sé að það væri einhver ástæða til þess að rannsaka þessar ásakanir. Hvort að það er svo lítilvægast að það voru nú, hvort að það væru sannar eða ekki sannar. Er það svona sem við viljum að stjórnvöld á Íslandi vinni og stjórnmálamenn? Auðvitað ekki. Ég held að ástæðan fyrir þessu sé bara svo að þeir halda að þetta gangi í almenning og þess að bara taka þér undir þá greiða allir atkvæði. Og það eru allir flokkarnir í ríkisstjórn jafn sekir í þessu. Men takk eftir því. Það er engin með neinar betrumbætur í því efni. Nú, þetta var bara rófur og svo var einhverja afleiðinga því að menn átu upp eftir öðru. Nú síðan hefur Björn Jón farið yfir þessa skýrslu sem að Bjarna Karlssonar og Sigríðar Júlíusdóttur sem að KFUM lét gera en þau hafa ekki fjallað neitt meira hana. Hún liggur hérna fyrir í gögnum. Mér skilst nú að það var alls ekki átt að sýna neinum hana en einhver hafði upp á henni með einhverjum hætti og við erum með hana í höndum hérna. Svo skulum menn hafa það huga líka að við andlátið 1961 þá var séra Friðrik auðvitað orðinn mjög hrumur og auðvitað fullorðinn eins og gerist með okkur öll. Það styttist nú í þetta hjá mér sko þannig að ég ætla nú að reyna að fara varlega. En hann var orðinn 93 ára þegar hann andaðist. Þá var þessi maður sem þá fyrst að koma fram með sína sögu án þess að geta nafn sitt á áttræðisaldri, segir hann sjálfur eða sagt í bókinni. Og maður þarf að reikna aftur í tíman. Hann hefur verið 10-11 ára, segir hann, þegar hann varð fyrir þessari misneytingu af hendi séra Friðriks og var svo bara rólegur að gera ekkert í því, hvorki gagnvart foreldrum sínum, hélt áfram að sækja fundi hjá KFUM í mörg ár og nefnir þetta ekki við nokkurn mann. Hann getur svo sem hafa sagt einhverjum sem að þekkti eitthvað þetta, ég veit það ekki, en nefnir þetta ekki við nokkurn mann þannig að það opinberist fyrir bókin hans Guðmundar Magnússonar kemur út. Þetta var bara ósköp venjulegur rógur. Hvað kemur í raun og veru ekkert við hvernig hann var til. Þetta er bara rógur sem að hérna er settur fram og þá koma náttúrulega þessi nútíma fjölmiðlar til og kalla á menn í viðtöl í sjónvarpinu til þess að svona rækta þetta eitthvað. Og hérna það tekst svo bærilega að fjölmiðlarnir tóku upp og viðmælendur og aðrir sem höfðu hérna þekkt séra Friðrik, sumir, tóku frásögnina upp og hún fór á flug. Nú, ég ætla að leyfa mér að halda því fram að við erum með reglu þarna sem ég nefndi áðan sakleysi er þetta sekt sannast. Ég held að þessi regla gildi líka í siðuðu samfélagi gagnvart
atvikum sem ekki fela í sig refsiverða háttsemi, heldur atvikum sem leiða til einhvers bölls hjá þeim sem borinn sökum. Og sko, ef menn hugsa bara þetta, hvort allir sé alvarlegra fyrir lífslaup manns að fá 2-3 mánaða fangelsisdóm fyrir refsivert brot, eða að vera tekinn af lífi, eins og það var náttúrulega á dýrmætu sviði fyrir séra Friðrik, vera bara tekinn af lífi í fjölmiðlum og verða bara ekki líft eftir það. Hann var að vísu löngu dáinn þegar þetta kom fram, en ég bara nefna þetta til þess að sýna að svona áburður rosalega meiðandi fyrir þann mann sem ég hlut á. Það segir ykkur eina litla sögu af sakamáli sem ég rak fyrir dómi. Þar var maður nokkur sakaður að hafa misnotað dóttur sína og hann var ákærður fyrir þetta. Og hann tók til varna og í Hæstarétti flutti ég nú þetta mál fyrir hann og það fór þannig og sem náttúrulega blasti við þegar þið viti hver var verjandi hans. En það fór þannig að hann var sýknaður af þessum brotum, þessi góði maður. Og þá hefði maður haldið að málinu væri lokið, því að það var búið að sýkna í æðsta dómstól þjóðarinnar, en það var nú ekki aldeilis. Þá byrjaði nú hávaðinn og lætin, vegna þess að það voru einhverjir spakvitringar hérna sem sögðu að þetta væri bara rangur dómur. Víst hefði hann framið þessi brot gagnvart dóttur sinni. Það voru einhverjir svona síðdegis spjallarar. Ég man nú eftir að einn heitir sennilega ennþá, Illugi Jökulsson. Og það var hérna ljótur pistill í Ríkisútvarpinu, ég erindi þar. Ég óskaði nú eftir því við þeir hlutlausa Ríkisútvarp að fá annan eins tíma og þessi maður til þess að fjalla hina hliðina á málinu. Mér var neitað það. Menn voru í misjafnu dálæti hjá Ríkisútvarpinu. Þá hafið þið samband við mig og hafið hann heiður fyrir Ragnheiði Jónsson sem stjórnaði, var það ekki Fréttablaðinu eða hvað það hét nú þá, og Stöð 2. Og ég fekk að tala þar í klukkutíma, jafn lengi og Egill. Illugi segi ég. Egill, það var með viðtalsþætti þetta. Og ég er að segja frá þessu vegna þess að áfallið sem varð við þennan ábyrgð á höndum mannum að víst hefði hann brotið á stúlkunni þó hann væri búið að sýkna hann í Hæstarétti af því broti. Það er nú ansi langt gengið. En þetta gekk svo nærri manninu. Hann misti starfið sitt og fjölskyldu og þurfti bara að flytja til útlanda. Allir þetta hafi ekki verið þungbærari ágjöf á hann heldur en einhver dómur upp á 2-3 mánuði sem allir hefðu glemt sama daginn. Auðvitað var það. Ég er að nefna þetta vegna þess að svona afleiðingar, þó að það sé ekki samkvæmt dómsniðurstöðu, eru mjög alvarlegar fyrir þá sem fyrir þeir verða. Ég fer að verða búinn, ég sá að fundarstjóri var að líta á mig. Gott hjá hann. Nú, Kjartan Magnússon kom með tillögu sem var birt daginn það sem hann leggur til að það sé komið á móts við okkur hérna og þessi viðhorf. Ég tel það nú virðingarinnar virði að hann skuli hafa gert þetta, en ég er með allt aðra tillögu úrræði í þessu. Þá bara Reykjavíkurborg hefur reynda falið þessa styttu, það engin séð hana, hún kemd einhvers staðar inn í einhvern skúr hjá Reykjavíkurborg. En ég er með tillögu það að þegar að menn eru búin að átta sig í þessu, þá verði styttan bara reist aftur upp á sama stað og var það. Og athugið það þarf ekkert minna til þess að rétta við
málstað séra Friðriks. Eigum við að setja styttuna þegar við komum höndum yfir hana inn í einhvern skúr, inn í Laugarnesi eða eitthvað? Úthýsi hjá Hrafni Gunnlaugssyni? Nei, takk fyrir. Við viljum það ekki. Við viljum bara að hann fái uppreist æru. Og þá að reisa styttuna mínum semst á sama stað. Og athugið það er búið að tala eitthvað mikið um það hvernig styttan nú var. Þetta er náttúrulega eins og komum fram í Grein Halldórs í blaðinu í gær, var það ekki? Þetta er auðvitað bara, þetta ekki bara refsivert brot að taka þessa styttu leyfislaust og stinga hann inn í einhvern skúr. Hvaðan kemur Reykjavíkurborg heimild til þess að gera þetta? Hún borgaði ekki einu sinni smíði styttuna, kom ekki nálægt því. Og hvað, tekur hún bara styttuna á þess að standa skil á andvirðina sem var auðvitað allmikið þegar hún var smíðuð á sínum tíma. Og Kjartan nú með tillögum það að ekkjan hans fái styttuna afhenta, en ég held að Reykjavíkurborg eigi bara að reisa hana aftur við á sama stað. Og ástæðan er svo hann fær ekki uppreist æru öðruvísi að mínu mati. Hann verður að setja bara styttuna upp á sama stað og þó að hún hafi verið reist á svæði sem Reykjavíkurborg formlega á, þá snýst þetta mínu mati ekki eignarétt á þessum fótstalli undir þessa styttu eða því svæði sem hún var reist á. Heldur snýst þetta, eða sem sagt, ég lít svo á að Reykjavíkurborg hafði ráðstafað þessum reit án tímatakmarkunar undir styttuna og síðan fjarlægt hana á grundvelli ósannars áburðar á þekkt góðmenni. Og hvað er eitthvað vandamál? Ef við náum áttum í þessum ásökunum, þá förum við auðvitað með styttuna á sama stað og hún stóð á og reisum hana þar aftur. Öðruvísi náum við ekki jafnvægi mál. Ég nú sennilega búinn að tala á það lengi, en það er ekki óvenjulegt, sko. Ég hef sennilega flutt yfir 200 mál í Hæstarétti Íslands, þannig að ég hef ekki alltaf verið að hafa áhyggjur af því. Sóknara ákærandi, ég ætla að enda þetta með því að segja ykkur það hvað ákærandinn í Hafsgeirsmálinu talaði lengi í Hæstarétti. Í 18 klukkutíma. Ég ætla ekki að tala svona lengi. Ég þakka mér. Takk fyrir Jón. Hann talar stundum lengi. Ég var einu sinni í afmæli þar sem hann var veislustjórnandi. Hann var mjög harður á allir töluðu stutt, en hann sem stjórnandi talaði lengst. En næstu til máls var Valgerður Snæland Jónsdóttir. Gjörðu svo vel. Komiði sæl. Valgerður Snæland Jónsdóttir heit ég og ég er löngu hætt að tala á svona fundum án þess að vera með svona fyrirvara. Og í fyrirvaranum mínu stendur að kannski ég láti fundarstjórann fá eitt inntak og Jón. Það er bara svona. Og í fyrirvaranum mínu stendur: ég áskil mér rétt til að iðka stjórnarskrárvarinn rétt minn til skoðunarfrelsis og frjálsrar tjáningar. Allar skoðanir eru mínar eigin, bornar fram af góðum ásetningi og skulu túlkast þannig. Ég virði að aðrir hafa þennan sama rétt og ég. Arndís mín, hérna er ég með nokkra miða sem á mættir kannski deyja út og allt það, ef að fólk vill. Já, þetta er alveg ótrúlegt mál. Mér langar til að ég er búin að vinna í áratugi með fólki með sérþarfir. Ég hef komið að kennslu sjónskertra, heyrnarskertra, einhverra og svo framvegis. Og á stofnfundunum hérna
nefndi Arndís það að hún ætti systur sem væri blind. Þannig að hún elst upp við sem sagt að vera með blinda systur. Og hvernig nær þessi blinda systir hennar tengslum við fólk? Með því að snerta það. Árið 2000 þá fór móðir mín, sem var fædd 1917, inn á Sunnuhlíð. Og daginn eftir hún kemur þar, segir hún við mig: heyrðu Vala mín, ég ætla að koma hérna og kynna þig fyrir henni Imbu. En Imba var ljósmóðir í Kaldrananeshreppi á Ströndum, þar sem ég fæddist á Skarði í Bjarnarfirði. Og mamma fer með mig til Imbu, þar sem hún að spjalla við tvo syni sína, og segir: Imba mín, mig langar svo að kynna þig hérna fyrir henni Valgerði. Og Imba í hjólastólnum segir hérna: hvaða Valgerði? Og ég gríp inn í þetta milli þeirra hérna og segi: Valgerði frá Skarði. Imba grípur lærið á mér og segir: mikið þakka ég þér innilega fyrir undirfermingarkjólinn sem þú saumaðir á mig. Imba var 93 ára, blind. Þannig að hún, sem sagt, til þess að ná sambandi þarna við mig, hún sér mig ekki, hún hefur aldrei séð mig, að hún öndar hendina sína og tekur svona utan lærið og svona rassinn á mér, á meðan hún að þakka mér fyrir undirfermingarkjólinn sem að amma mín hafi saumað fyrir hana, sko fyrir 1938. Ég og hann Höskuldur Frímannsson, vinur minn sem hérna staddur, samstarfsmaður til margra ára í gæðastjórnunarmáli. Við vorum að ræða þetta í vikunni og við komumst eiginlega því að margir blindir, sérstaklega sennilega hér á árum áður, sem hafa ekki farið í blindra skóla, lært sem sagt á umgengni við annað fólk. Þeir hafi sennilega notað hendurnar til þess að ná augnsambandi við fólk. Við sjáum og við skiljum ekki hvernig þetta virkar. En þeir sem hafa ekki sjónina, þeir nota kannski aðra leiðir. Þegar ég leit á bókina núna fyrir þennan fund, þá finnst mér alveg augljóst í gegnum alla bókina. Það er verið að gera Friðrik tortryggilegan, eins og hefur komið fram hérna áður. Öll bókin snýst það að gera hann tortryggilegan. Og eins og ég sagði, það er verið að reyna að búa til úr honum samkynhneigðan sennilega að einhverju leyti þarna með þessum danska vini sínum sem að eiginlega hvetur hann til að stofna allt sem hann búinn að stofna hérna. Og það er verið að reyna að gera úr honum í ljósi þess sem að gerast í dag. Svona með einhverja hneigðir til drengja. Við vitum alveg að þetta er bull. Eins og ég sé í einni blaðagrein að Jón Magnússon hafi sagt að þetta væri bara bull. Ég er mjög upptekin af því að skoða það sem að gerast núna í stærra samhengi. Og ég fletti upp í gær á stefnu sem heitir postmodernismi. Það er stefna sem verður til í fræðamannasamfélaginu upp úr 1950-60. Í postmodernisma er engin sannleikur. Það er ekkert satt þar. Það snýst bara upplifanir. Og ég kynntist þessu sjálf þegar ég var ásökuð kynferðislegt ofbeldi í Digraneskirkju og fór sem sagt í yfirheyrslu hjá teymi Þjóðkirkjunnar. Þá sem sagt er allt lagt upp úr því, úr upplifun. Og þegar ég sagði hver mín upplifun var, þá skipti hún engu máli.
En svo semst á endanum, þá vorum ég og fyrrverandi matráður sýknaðar. Við höfðum semst ekkert gert af okkur. Veit ekki, kirkjan einhvern veginn að fást við alveg ótrúlega sorglega hluti og það svo merkilegt hvað vantar einhvern svona þekkingafræðilegan grunn til þess að vinna úr þessu. Það eiginlega alveg ótrúlegt að þetta hafi gerst sem að gerðist í bæjarkerfinu, í borgarkerfinu sem að búið að skrifa líka. Og mér varst góð greinin þín, Halldór, gripdeild borgarstjórnar. Það furðulegt að lesa hana, hvað hraðinn var mikill, hvað ríkisfjölmiðlarnir grípa þetta og það svo mikill æsingur í gangi að gera þetta að einhverju óeðlilegu. Og svo það svo ólánsöm að meira segja fulltrúar frá KFUM og K, þeir hafa ekki kjark einhvern veginn til þess að standa með Friðriki í þessu, að skoða þetta til hlíta til grunns. Það var gott að það var einn borgarfulltrúi sem að sagði eitthvað að viti þetta. Og hann heitir Helgi Ás. Það allavega, hann svona svipuðum pælingaslóðum eins og ég, að hann segir að þetta einkennist af miklum vókisma í einhverju grein sem ég þetta með. Og það akkurat það sem ég vil skoða. Þetta mál verður til í ákveðnu pólitísku umhverfi sem að við ráðum eiginlega bara ekkert við. En við verðum samt að kynna okkur það og sjá í hvaða umhverfi erum við. Í hvaða umhverfi verður þetta til. Og það eins og allt sem að kemur að það verða að gera lítið úr ljóma Friðriks. Það eiginlega hver einasta fyrirsögn í hverjum einasta kafla í bókinni þar sem verið í rauninni að gera hann tortryggilegan. Undir kaflarnir líka. Það alls þar verið að gera hann tortryggilegan. Það bara þannig. Ekki eiga allir drengir. Ég sá þarna að fyrirsögn sem var saklaus, varnarlaus og hræddur. Ég vissum að séra Friðrik hefur aldrei verið hræddur, hann var svo trúaður. Óttist ekki, var sagt. En fyrirsögn einn saklaus, varnarlaus og hræddur. Og það þessi blessaði Kristinn. Þvílíkt hugmyndarflug að láta þennan mann sem að enginn veit hver sem að við eftir að fá að vita, kannski bara hann ekki til. Það væri alveg í líkingu við postmodernisman sem að í rauninni bara skáldskapur og við komumst upp með allt í þeirri hugmyndafræði. Ekki eiga allir drengirnir á séra Friðriks jafn ánægjulegar minningar hann. Höskuldur, ertu til í að koma og segja okkur aðeins pínulítið frá? Þú kynnist séra Friðriki þegar þú ert svona 10 ára gamall. Ertu til að standa aðeins upp? Ég var að vona, Leifur, að vinur þinn kæmi hingað því að Friðrik hélt honum undir skírn og hann var skírður í höfuð á honum. Var ásakastýrt. Sæluvinni, ég heiti Höskuldur Frímannsson, sumir ykkar kannast sem föður minn. Hann var Frímann Helgason sem skrifaði íþróttafréttir í Þjóðviljan. Ég mætti því þegar ég var barn, þá hitt hann Friðrik og átti mikið spjall við hann og ég fór inn í íbúðina hans hann niður Oddmarstíg og það getist honum sem þessum blindamanni og ég man ekki mikið af samtalenu nema bara pabbi kynnti mig fyrir honum og hann heilsaði mér og ég man ekki mikið meira en ég var líka
Á þessum árum var ég félagi í KFUM og hafði verið í Vatnaskógi og þannig að ég sá hann sem þau ganga upp eftir ganginum til þess að halda ræður yfir okkur og svoleiðis. Og seinna var ég sem unglingur, kom ég líka inn í Vatnastíg og þá var ég þegar komið með svona ákveðina félagslega reynslu og var mikið að hlusta hvernig tilfinningar ríktu á stöðunum og hvort þetta væri svona góð félagsandi og ég var vann að þetta væri frábær félagsandi hjá KFUM og KSS og þannig það er mín reynsla en hvort þetta bjargar einhverju en segir eitthvað en allavega þetta er mín reynsla. Við komumst líka því spjalli okkar núna í vikunni að í rauninni KFUM hefur á sér mjög gott orðspor. Þetta er sérstök æskulýðshreyfing og það verður óskandi að börnin okkar núna sem að sækja félagsmiðstöðvarnar í skólunum, tengdum skólunum, bara í nánast öllum sveitarfélögum, fengju eitthvað svipað í sínu æskulýðsstarfi og það væri bara Arndís efni í sérstakann fund, en ekki hér. En kannski bara svolítið labbrísemi út í KFUM og hreyfinguna hans séra Friðriks. En mér fannst góður punktur athyglisverður athyglisverður punktur sem kom fram í blaði, spyr hvort atlot séra Friðriks hafi verið eins og atlot ættingja. Ég held að við þurfum að fræðast svolítið það hvernig blindir hafa samskipti. Sérstaklega kannski líka núna þegar búið að leggja niður blindra deildina í Álftamýraskóla þannig að blindir á Íslandi ekki einu sinni að fá almennilega fræðslu það hvernig þeir eiga að koma fram. En Helgi Ás, hann er með þetta Helgi segir vók æði ráða því að séra Friðriki steypt af stalli. Ég alveg sammála honum Helga og svo vil ég sjá þetta í ennþá meira svona fræðilegu samhengi þar sem maður getur alveg kortlagt hvaða hugmyndafræði í gangi til þess að taka þetta niður. Svo var nú ein fræg kona miðja síðustu öld sem átti aðild að því að búa til stefnuskrá fyrir Sameinuðu þjóðirnar. Hún hendi út boðorðunum 10, út kristninni og bjó til ný boðorð. Og 7. boðorðið hjá henni eyðilegðu list vísvitandi. Og styttur hafi ekki bara verið teknar niður hér á landi eins og var vikið að áðan, heldur líka í öðrum vestrænum löndum, við höfum kannski ekki fylgst eins með því í öðrum löndum. Þannig að það sem að gerast bara hluti af miklu stærra samhengi. En þetta tortryggilegt, þetta ótrúlegt, þetta skuli vera sagnfræðirit, ég held að sagnfræðirit ætti að byggja á sannindum, sannleika, en það ekki í þessari bók. Mjög sérstakt hvernig hann fær aðgang, þessi góði sagnfræðingur, hvernig hann fær aðgang að öllum bréfum séra Friðriks hjá KFUM og K, sem þau eru varðveitt þar kemur fram í bókinni. Mjög sérstakt. En það alveg, þetta mjög, ég fyrrverandi skólastjóri, ég fyrrverandi sérkennslufulltrúi, mér finnst þetta rosalega sérstakt hvernig hann vinnur úr þessum gögnum, hvað hann dregur fram, hvernig hann tengir þetta, hvernig það bara verið að búa til söguþráð. Á ekki að segja bara, þarf ekki að loka, þetta ekki búið? Stjórnarni? Já, ég gæti talað í 4 tíma viðbót.
Takk fyrir Valgerður. Þú vannst Jón Steinar. Hann var lengri en þú. Já, þú veist ekki, en ég glemti líka að segja frá því að ég sá þessa bók í bókasafni Kópavogs um daginn. Nú skemmur þetta. Að taka látið fólk af lífi. Og það ein bók í viðbót sem einmitt sama efni. Nú þetta nefnilega tímabili sem við erum að fara í gegnum, það hvernig við tökum látið fólk af lífi. Búin. Takk fyrir. Þá höldum við áfram. Nú komið að því að félagsmenn í KFUM, Val og Þórsbræðrum, segi frá stöðunni. Hvað gerðist? Hvernig hafa mál þróast? Hver staðan í dag? Þeir ætla að gera þetta í stuttu máli og hnitmiðað. Fyrstu tegndi máls, Hans Gíslason, gerðu svo vel. Fyrir KFUM. Ég með A4 blað sem ég ætla að lesa fyrir ykkur. Þetta ekki eiginleg fundagerð eins og kemur fram á blaðinu. Stutt greinargerð fund með fulltrúum stjórnar KFUM og KFUK á Íslandi málefni séra Friðriks Friðriksson. Fundinn sátu Hans Gíslason, Kári Gillason og Þorvaldur Sigurðsson í Staffarsöð, en þeir óskuðu eftir fundi með fulltrúum úr stjórn KFUM, fulltrúum úr stjórn KFUM málefnið. Af hálfu KFUM og KFUK sátu fundinn Gunnar Sigurðsson, varamaður í stjórn, Stefán Jónsson, stjórnarformaður og Tómas Tórason, framkvæmdastjóri. Þarna var aðeins einn maður úr stjórninni, einn úr varastjórn og svo framkvæmdastjóri. Við báðum fund með fulltrúum úr stjórninni. Við sættum okkur við þetta og fengum loksins fund 9. apríl. Og skýrslan hljóðar svona: þar sem allir fundarmenn hafa þekkst og verið félagar í KFUM frá barnæsku eða unglingsárum, var eðlilega margt persónulegt á dóma á fundinu sem ekki á erindi í þessa greinargerð. Hér verði því aðeins stiklað af helstu niðurstöðum í rökræðum málið. Það ljóst að stjórn KFUM og KFUK á Íslandi, eins og félagið heitir, ekki undir neinum kringumstæðum tilbúin að eiga samskipti eða samvinnu við æruvöld málefni séra Friðriks eða endurreisn æru hans. Þrátt fyrir að við bentum á að ranglega hafi verið staðið að málum til varnar honum, viðurkenna þeir engin mistök. Þvert á móti fullyrða þeir að framkoma æruverndar og þeirra manna sem ritað hafa greinar í blöðum málið sé eingöngu til þess fallið að skemma fyrir málstaðnum og, innan gæsalappa, kynda undir þá elda sem loga í þjóðfélaginu vegna málsins. Varðandi skýrslu þá sem félagið lét gera málið var ekki á þeim að heyra að neinar rangfærslur væri í henni, en sökuðu hins vegar einn félag æruverndar að hafa dreift henni til fjölmiðla. Sú fullyrðing var þó dregin tilbaka eftir hörð mótmæli Kára og Þorvaldar sem þekkja manninn vel. Enga skýringu var að fá á þeirri leynd sem hvílt hefur yfir þessari skýrslu né ástæðu þess að henni og öðrum gögnum, og takk ég nú vel eftir, varðandi málið hefur verið eitt hjá KFUM og KFUK á Íslandi og því ekki hægt að birta hana. 2 tíma fundi lauk með því að stjórnarformaðurinn brýndi raustina og áréttaði mjög einarlega að öll blaðaskrif og starfsemi æruverndar væru skemmdarstarfsemi. Hans fékk leyfi til að ljúka fundinum með stuttri bæn að hætti séra Friðriks. Ég ætla að afhenda fundarstjóra þetta plagg og með hans leyfi langar mig að lesa hérna 3 erindi úr einu ljóða séra Friðriks, því að séra Friðrik langbesti varnarmaður fyrir sjálfan sig. Og áðursögðu tilefni í sambandi við bálinn sem að brenna, þá fenguðu nú athugasemd frá okkur að þetta væri engin bál, þetta væri einn og einn kínveri sem væri springa út bæinn og væri mjög hávær. En
Í því sambandi datt mér í hug ljóð sem að séra Friðrik orti í 5 erindum. Ég ætla að lesa 3 þessara erinda fyrir ykkur. Sjáið vinir, bálin brenna, björt á fjallatindum hér. Merki eldar mótum spenna, myrkra hernum safnað er. Móti oss, móti kross, munið drottinn berst með oss. Fursti heimsins hernum stýrir, hartan geisar yfir frón, kraftar vorir virðast rýrir, við þá miklu heljar sjón. Haldi þó, huga ró, hetja Guðs og sigur bjó. Hræðstu ekki hjörðum unga, heimur þó þér geysi mót, friðar orð þín flytji tunga, fjendum sýndu kærleiks hót. Heimsins þá, hatur má, hjarta vort ei skaða þá. Þetta eru orð séra Friðriks honum sjálfum til varnar og dæmi nú hver fyrir sig. Takk fyrir þetta Hans. Þá býð ég Sigurð Haraldsson að koma hér við. Hann er með 2 bækur, ekki lesaðar allar og vera bara ekki of langorður. Og þú segir stöðun í knattspyrnufélaginu Val. Hver er hún? Góðan dag. Sigurður heiti ég, Kasper Haraldsson. Og ég hef verið einn af þeim völsum sem hafa tekið virkan þátt í því að verja æru séra Friðriks. Það eru margir, flestir á mínum aldri og eldri. Þegar að þessar ásakanir komu fram, þá var greinlegt að stjórn Vals átti í erfiðleikum með að fronta þær. Það voru mikið af ungum stúlkum sem vildu trúa fórnarlömbunum, þó þau væru í raun og veru ekki til eins og við höfum komast að núna. Og þetta var, en það var svona látið, það var ákveðið að bíða eftir því hvað KFUM gerði. Síðan, þegar að niðurstaða KFUM kom með skýrslu og auglýsingu, þá urðu viðbrögð margra stjórnarmanna í Val mjög hörð. Stytta séra Friðrik var tekið niður, þá voru settir alls konar, það var reynt að fjarlæga myndir af Hlíðarenda, en þar komum við gömlu kallarnir til og neituðum og stóðum við veginn fyrir því og komum við í veg fyrir það að minning séra Friðriks væri algjörlega afmáð á Hlíðarenda eins og margir stjórnarmenn vildu. Síðan höfum við verið að reyna að berjast fyrir því að breyta skoðun Vals, en stjórn Vals hefur verið alveg á sömu línu eins og KFUM að vilja ekkert breyta neinu. Þangað til að við, Kasper, Jesper og Jónatan, fórum og rændum styttunni sem var þá geymd á útisvæði í Hafnarfirði og kom henni fyrir og tilkynntum stjórn Vals að við ætluðum að geyma hana þangað til að henni hefði komið upp á sínum stað hjá Val. Theodor hefur skrifað og við höfum skrifað stjórn Vals nokkur bréf það að við viljum fund með þeim. Theodor hefur fundað með formannum og afrakstur þess er þó sá að stjórn Vals er farin að bakka. Þeir hafa ljáð máls á því í bréfi að það sé ekki alveg rétti tími núna til þess að setja styttunu, en það geti komið að því. Og þetta er
svolítið mikilvæg og þeir hafa líka viðurkennt það að það standi ekki til að breyta neinu í sambandi við sambandi við það að taka niður þær minningar sem eru séra Friðrik á Hlíðarenda. Friðrikskapellan verður þarna og myndir og hann sé ennþá heiðursfélagi í Vals. Þetta hefur þó Þetta hálfur sigur og að mínu mati eitt af grundvallaratriðunum í allri þeirri baráttu sem við stöndum frammi fyrir að rétta við æru séra Friðriks. Það að tvístra þeim hóp sem hefur hagað sér eins og fífl. Og við erum byrjaðir og okkur hefur tekist það hjá Val að allavega að stjórn sem núna, sem að mínum mati ekkert sérstaklega veitt málstafnum, farin að bakka. Og þegar hún bakkar, þá á KFUM erfiðara vik að vilja ekki heldur bakka. Og þannig þurfum að vinna og við vinnum fullnaða sigur á í þessu máli innan tíðar. Takk fyrir mig. Takk fyrir Sigurður, takk fyrir að lesa ekki þessar bækur. En Lárus Loftsson, gjörðu svo vel. Hann kemur og ætlar að tala hver staðan hjá fóstbræðrum í þessu máli okkar. Og að tróða alveg út síðasti maður fyrir kaffi. Síðasti maður fyrir kaffi. Það er mjög styrkt. Ég er svo grannur, fundarstjóri og komið sæl og blessuð. Ég ætla að vera stuttorður og þannig að það býður okkur smá kaka og kaffi. En sem sagt að ég gef ykkur smá skýrslu frá fóstbræðrum, Kaldakórnum, sem tók niður myndina af séra Friðrik í hátíðarsal fóstbræðra sem heitir Jónsstofa. Og þar var flenni stóri mynd af séra Friðrik og Jóni Halldórssoni, fyrsta söngstjóra fóstbræðra, og hann var líka söngstjóri Karlakórs KFUM og sagan bara samofin þessum félögum, Valur, Haukar, fóstbræður, og ég fyrir ekki að segja söguna það, en ég búin að tala við bara stjórn og forma fóstbræðra og þeir bara leita til, eins og formaðurinn, Halldór Þórarinsson, hann leitar til framkvæmdastjóra KFUM og það það á fund hjá honum og fær upplýsingar og það spiluð einhver upptaka fyrir hann og síðan kemur hann tilbaka, fóstbræðraheimilinu, og tekur niður myndina og segist ekki geta haft mynd í fóstbræðraheimilinu af manni sem grunaður kynferðislegt gagnvart drengjum. Þannig málið í dag. Mjög dapurlegt. Það svolítið skrítið. Ég sem sagt fæddur inn í knattspyrnufélagi Val, fæddur inn í KFUM, búinn að vera í fóstbræðrum í 30 ár og ég að berjast í öllum þessum félögum til þess að koma þessu óorði af honum séra Friðrik. Og síðast í gær var ég á aðalfundi KFUM í gær, sem var töluvert minna af fólki þar á aðalfundi og var svolítið harður, lét til mig taka og eftir fundi ég fór til framkvæmdastjórans, Tómas, tók í hendina á honum, hann nánast öskraði á mig og ég vona að þið klappi fyrir mig á eftir, en þegar ég var búinn að flytja mína ræðu, það voru 3 sem klöppuðu fyrir mér. Það var séra Valgeir, kona Þorvaldsar og Þórarinn.
Við klöppum núna. Ég gerði harða athugasemd við þetta, stóð aftur upp og spurði í hvaða félagskap ég væri komin í. KFUM sem sagt kristilegt félag ungra manna og kvenna. Stór kross, þannig að það var ekkert kristilegt við þetta. Og hvað segjum við? Kristilegt félag á að sýna kærleika, vináttu, sannleika, en það gerður ekki í gær. Útrópuðu mig að því ég hafði aðeins aðra skoðun heldur en þeir. En staðan þetta hjá fóstbræðrum, þeir setja upp myndina þegar búið að afmá þetta sem hann séra Friðrik talinn hafa verið og sakað um. Þannig staðan. Takk fyrir. Takk fyrir, Lárus. Þá komið að liðinu sem allir hafa beðið eftir. Það er kaffihlé í svona 15-20 mínútur. Gjörðu svo vel. Góðir fundamenn, þá förum við í seinni hálfleik. Okkur barst gjöf. Hér er mynd sem var komið með okkur núna til okkar í hálfleik. Þetta er mynd af þeir sögðu kynntu sem KR-inga. Þannig séra Friðrik að stofna knattspyrnufélag. Var það ekki KR bara? Hvað var undan var í KR? Nei, Valur. Hann er svona fótboltaliði. Já, hann er að standa fyrir fótboltaliði þarna með fullt af ungum mönnum, okkur gefið þessu gjöf. Við vitum ekki öll nöfnin á þessu, en í fremstu röð er Haraldur Árnason sem var með Haraldsbúð og svo í fremstu röð lengst til hægri er Magnús Kjaran heilsali. Magnús Kjaran hérna neðstur og Haraldur Árnason. Fleiri vitum við ekki. En það fylgdi gjöfinni að það væri mælt með því að við myndum birta þessa mynd í Mogganum og afla upplýsinga hverjir er á myndinni. Þú komaðu styrkilega. Þannig við Theodór þurfum að fara upp á Morgunblaðið í fyrramálið. Þá höldum við áfram. Höldum við áfram dagskránni. Áður fyrir pallborð og umræður og fyrirspurnir, þá ef það er einhver frá úr stjórn KFUM hér eða stjórn Vals, þá er heimilt að koma upp og tjá sig þeir vilja. Svo er ekki. Þannig að núna ætlum við að bjóða einum aðila frá hverjum framboði í Reykjavík, eða eru mættir hérna, til að koma upp og tjá sig í 3 mínútur hver. Hver vill vera fyrstur? Já, við förum yfir það á eftir. Það stendur hérna á Artificial Intelligence að Magnús Kjaran sem var fæddur 1890 og dó 1962, hann hafi stofnað IR. Já, við skulum fara yfir þetta á eftir. Ari, gjörðu svo vel. 3 mínútur. Já, ég þakka fyrir. Sé ég ekki Brynjar hérna, líkur í stjóðana. Því ég sagði að ég hafði bara komið auga á annan fulltrúa frambóðs, valsarann Brynjar Níelsson, þannig ég bara stökk hérna á stað, en ég hafði í sjálfu sér ekkert gert ráð fyrir að taka hérna til máls og ég
ég er viss að Jón Magnússon var að lesa hug fundarmanna og séra rétt hérna í upphafi varðandi það að séra Friðrik hefði nú ekki viljað að menn mistu af mikilvægum leik í enska boltanum. Jafn mikinn áhuga á hann sýndi knattspyrnunni en svona gamni slepptu að þá vil ég bara segja það. Það var Theodór sem talaði þetta, ekki ég. Já, það var Theodór. Hjartanlega missi að leikjum í þessari knattspyrnustöðu. Ég hef skynjað þannig að hugur Friðriks varðandi þetta svífi hér yfir vötnum og menn sé að skynja það alveg rétt að hann hefði viljað að menn sæja allavega seinni hálfleik. En hvað þá hef ég fylgst á áhuga með þessu máli frá því að það kom upp. Ég bara vegna minna reynslu gegnum tíðina og míns nám sem partur af mínum bakgrunni, hluta því að ég hef lokið laganámi, þá hefur mér alltaf orðið ljósar og ljósar eftir árið hafa liðið hversu mikilvægir innviðir í samfélaginu réttaríkið og ég tel að þessi í rauninni mikilvægustu innviðir samfélagsins. Réttaríkið hornsteinn síðans samfélags og í rauninni algjör forsenda fyrir þeirri velgengni sem að til dæmis samfélög á Norðurlöndum hafa notið og bara fyrir því hversu gott samfélag við höfum náð að byggja hérna. Og þess vegna hefur það verið hörmulegri en tárum taki á undanförnum árum að sjá hversu menn að gleyma þessu lykilatriði, hvort sem löglegt fólk, ráðherrar, borgarfulltrúar og aðrir. Og þegar að þetta mál kom upp eins og hér hefur verið lýst, hvernig var stokkið til á engum grunni og séra Gunnar vék nú að hér, Gunnar í Holti vék að í grein í Morgunblaðinu í gær. Já, Halldór Gunnarsson, séra Halldór Gunnarsson í Holti, glæðist. Ég las á grein og hvernig hann rakti að borgarfulltrúarnir sem stukku til og ákváðu þetta, sem var nú reyndar borgarráð, ekki borgarstjórn, ekki allir 23, 7 manna borgarráð, en þar á meðal báðir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og allir aðrir fulltrúar flokka. Miðflokkurinn á ekki sæti í borgarstjórn eins og hann átti einn fulltrúa 18-22 en engan á yfirstandandi. Við bætum vonandi úr því núna í vor. En vanþekkingin á málinu virtist algjör þegar þessi ákvörðun var tekin. Til dæmis varðandi það að ríkið átti þennan blett sem að styttan stóð á, eins og ég getum búin að tala að safna fyrir, þó að lóðin hafi síðar færst yfir í vörslu borgarinnar, en færi þeim engan rétt yfir styttunni. Og síðan sagði oddviti D-listans eins og Halldór vék að í greininni í viðtali, vék að því að það hefði nú ekki annars leitað eftir því að fá styttuna afhenda. En eins og menn hér vita þá er séra Friðrik fæddur 1868 og 93 ára þegar hann lést 61, þannig að ef það hefði verið jafnaldra þá verður nú ekki hann 123 ára núna, en auðvitað var það Birgitta Spör, ekkja Sigurjóns Ólafssonar myndhöggvara sem þarna ræddu En ástæðan fyrir ég að rekja þetta á fæðingardag að mér hefur nefnilega orðið hugleikið þegar það talað svona, okkur fannst bara best fyrir þetta að koma upp að bara KFUM fengi að ráða þessu, bara útvista dómgrundinni og samviskunni. Akkur ekki tala um Hauka eða Fóstbræður eða hvern sem í þeim félagasamtökum sem að séra Friðrik hafði komið að, nei þessu var bara útvistað. Og hvert var álit KFUM? Það hef ég bara lesið í greinum eftir sum ykkar Það var nú ekki afdráttalausar en það sagði að KFUM teldi ekki óeðlilegt að borgaryfirvöld endurskoðuðu staðsetningu styttunnar ef að það væri þannig að hún væri farin að senda önnur skilaboð út í samfélagið heldur en ætlað hefði verið í upphafi. Þetta nú ekki mjög afdráttalaust.
En síðan bara styttan nánast tekin traustataki eða eins og verið lýst nánast gripdeild að ræða og falin. En það sem mér hefur orðið hugleikið hvort að þetta gæti átt sér gerst með fleiri styttur. Jón Sigurðsson, forseti sem kallaður og hefur verið í miklum metum og stytt af honum á Austurvelli og lágmynd í Alþingishúsinu, fæddur 1811. Hann lést nú ekki fyrr en 1879 þegar að séra Friðrik var 11 ára gamall, þannig að þeir voru nú saman á dögum. Þannig að það athyglisvert eða svona umhugsunarvert að velta því fyrir sér. Hvað myndi nú gerast ef einhver stigi fram, einhver einn borgarfulltrúi stigi fram og varpaði fram einhverjum ásökunum ykkar Jón Sigurðsson að forseta? Segjum bara að hann ekki fengið sífílisinn af Ingibjörgu, frænku sinni, heldur bara hefði hann jafnvel gert sekur eitthvað skuggalegt. Vændiskaup eða það hann að verra, myndi þó bara borgaryfirvöld ræna styttunni af honum, af Austurvelli og fela einhvers staðar. Hver málsmeðferð? Hvernig svona haldið á svona málum? Þannig að mér finnst bara alveg innboðið, eftir að hafa líka hlustað á ykkar framsögur og það sem hér hefur komið fram, að það verði að stefna því að það fari fram vönduð málsmeðferð eins og Björn Jón Bragason lýsti og þarna tókst dæmi að hvernig væri staðið að í sambandi við mat á dýrlingum og slíkt, að það verður bara að fara fram vönduð athugun á þessu máli, það sem skipaður talsmaður inn í málið fyrir hönd séra Friðriks og leitast við að komast að niðurstöðu það sem að flestir býst ég við að telja sig vita niðurstöðuna fyrirfram. En úr því sem komið þá líklega best að fara í gegnum það ferli að fá fram niðurstöðu og ef að hún leiðir ekki ljós neitt grundvöll fyrir þeirri atlögu sem að gerð var að séra Friðrik, þá sé ekki annað markmið ásættanlegt heldur en bara það að styttunni verði komið fyrir á ný á sínum stað og vonandi einnig hjá Val og fóstbræðrum og annar staðar þar sem að atlagan hefur að hluta til heppnast og ef maður hugsa hvað getur verið raunhæf tímamörk þá kannski ekkert úr vegi að það verði hægt að stefna því að þetta geti gerst á 160 ára afmæli séra Friðriks 2028. En mér líka athyglisvert sem kom fram hjá Valgerður að tengja og Björn Jón gerði það nú líka varðandi þróun mála í öðrum löndum að þessi atlega Friðrik, þetta náttúrulega ekkert eitthvað bara alveg einstakt fyrirbæri. Það sótt að svona þáttmyndum. Það út allt að fólk vilji taka niður styttur af Winston Churchill og eins og var líka nefnt Guðrúði Þorbjarnardóttur og svo framvegis. Gídeonfélag ekki velkomið í skólana með Nýja testamentið og ég vissum að einhver setur fyrir sig þá stöðu sem að Friðrik hefur haft í hugum þjóðarinnar og hvernig hún var hampað sem kristilegum æskulýðsleiðtoga. Og það sé mjög mikilvægt að ryðja honum úr vegi. Þannig að ég held að vörnin fyrir hans æru verði líka að hafa þetta í huga. Þetta snýst ekkert bara hann sem einstakling. Þetta atlaga því sem hann stendur fyrir líka. Við komum alveg átt okkur á því. En takk. Brynjar, gjörðu svo vel, ég sé að þú hefur rétt hönd. Þú voru aðtöða hvernig þú hagar þér. Gjörðu svo vel, þú hefur sama tíma og Ari. Eru fleiri frá stjórnmálaflokkum sem vilja tjá sig? Svo Kjartan Magnússon á eftir. Nei, ég ekki eins og Ari. Vísu erum við Ari ekkert ólíkir menn. Við erum búin að þekkja sig saman í háskóla. Við erum báðir í framboði. Það má sjá það á honum, þið sjáu það ekki á mér. Eftir nám þá fórum við í sikkur áttina.
Meira og minna mína starfsævi vann ég yfir því að kom ég að rannsóknum á svona málum. Og sennilega þekkir enginn maður á Íslandi svona rannsóknir jafn vel og ég. Það vill svo til. Þessi málsmeðferð og þessi aðferð auðvitað fyrir neðan allar hellur og engin þjóð sem telur sig búa við réttaríki getur sagt sig svona vinnubrögð. Eftir að ég byrjaði í pólitík, þá áttaði mig alveg á hvað hér að baki. Þetta að hluta til og stóra hluta til pólitískt mál. Þetta aðför að kristinni. Þetta aðför að svokölluðu feðraveldi sem enginn veit hvað Því ég búin á krækminn 40 ára og aldrei ráði neinu. Þannig þetta. Og það bara gott sem margir að fóra að tala hérna postmodernisma. Þetta nefnilega hluti af því. Það nóg að koma með ásökunina, við þurfum ekki frekar sannana við. Við getum ekki búið þannig samfélag. En það hins vegar mjög erfitt fyrir alla stjórnmálamenn og alla að standa í lappirnar þegar svona kemur upp. Það ekki með einstaka fáetar, eins og ég og Ari kannski, sem myndu kannski svona. Það því við erum orðnir gamlir menn. Ef við værum 30 Ari, þú ert nærri en ég, þá myndum við ekki svona. Hvernig eigum við að bregðast við þessu? Það þarf að vanda sig, það þarf að gera þetta vel, það þarf að gera þetta yfirvegun, en samt með ákveðna ákveði. Það getur vel verið þetta sem maraþon, það tekur tíma, það bara verður að vera þannig. En þó ég sé ekki verið klæddur, þá með ég alveg kjósa mig. Takk fyrir. Kjartan Magnússon gjör svo vel. Fundarstjóri, ágætu áheyrendur. Ég einn af þessum ægilegu 23 minningum sem hefur sittið í borgarstjórn núna á kjörtímabilinu og það alveg rétt að það var samþykkt að taka niður þessa styttu. Reyndar var það ákveðið í borgarráði þar sem sitja 7 manns. Og fyrirkomulega þannig í borgaráða þegar að borgaráð samþykkir eitthvað samhljóða þá fullnaðar afgreiðslu að ræða. Jafnvel þó ykkur sitt í hjá, þá það fullnaðar afgreitt en ef ykkur á móti þá fer það til afgreiðslu borgarstjórnar en svo má auðvitað taka málið upp í borgarstjórn en þá þarf það sérstaka tillögu. Og í þessu tilviki, og ég tek undir þetta allt bara, þetta mál hið furðulegasta mjög illa þessu staðið og þetta ekki áfellisdómur yfir séra Friðriki, þetta hins vegar áfellisdómur yfir vinnubröðurum í borgarstjórn núna á kjörtímabilinu og reyndar undanfarin kjörtímabil að mínu mati. Eitt af því sem var sagt í þessu var það að það var svo erfitt fyrir fórnarlöp að ganga fram hjá styttunni í Lækjargötu, það verður strætt og keyrða fram hjá og svona það verður erfitt. En ég fæ reglulega tölvupóst frá okkur samtökum sem haldaði fram að mannsal sé mikið vandamál í Reykjavík og ég býð bara eftir að þessi samtök heimti ef við tökum niður styttuna af Ingólfi Arnarsinni því hann alltaf var þekktur þrælahaldari og kemur fram í sögum hann sem voru reynd að skrifa honum í hag en það var alls ekki tryggistund að því að hann var í þrælahaldari. Þannig að það ekki bara Jón Sigurðsson sem reynd undir, það er líka stofnandi Reykjavíkur, hvorki meira en minna. En að sjálfsögðu þetta mál var mjög illa rekið. Það var Dagur B. Eggertsson borgarstjóri þáverandi sem kom með tillöguna og því miður ég var borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og við gengum mjög hart fram við það að gagnrýna Dag B. og hans fylgismenn fyrir seinagang og tómlæti í þessum málum. En ég hef aldrei vitað Dag bregðast eins snögglega við nokkur máli eins og þessu. Það var þetta flokkur fólksins sem kom fyrst með tillögu að styttan tekið niður og Dagur saltaði og sjálfgaf allar tillögur sem komu frá þeim flokki eða svæði, en nema þessa. Hún var bara tekin strax fyrir og hún var afgreidd og starfsmenn borgarinnar látið taka niður styttuna
þarna hefði auðvitað verið ástæða til þess að minnst okkur til skoða málið og skoða það með vönduðum hætti, en það var ekki gert. Borgarráðið lá svo á að þetta var bara samþykkt á sama fundi og sjö borgarráðsfulltrúar greiddu því atkvæði sitt. Nú, ég í vikunni, liðinni viku, kom með tillögu í borgarráði að það yrði samið við Listasafn Sigurjóns Ólafssonar að safnið fái afnot af styttunni því að hún núna í lokaðri geymslu. Það var ekki fyrir þeim sem stjórnar safninu að sýna verkið verði almenningi til sýnis, ef ekki við Lækjargötu þá bara í safninu þarna við Laugarnestanga í Reykjavík. Og að mínu mati þá þetta málamiðlun milli framkominna sjónarmiða. Sumir vilja geyma hann í kjallara í læstri geymslu og helst eyðileggja það. Nú aðrir vilja sjá það og þá geta þeir bara farið í safnið, þó ég sé í rauninni hlynntur því að málið verði allt endurskoðað og það verði síðan sett upp á sínum stað bara í Lækjargötunni. Ég vona að það verði niðurstaðan og ég veit að þeir sem stjórna safninu, þeir eru líka sammála því ef að borgin myndi aftur vilja taka það til opinberra sýningar, þá myndi þau þetta bara fagna því. En þangað til væri betra að sýna það í safninu heldur en hafa það læst niður í geymslu þar sem enginn fari að sjá. Og mér fannst þetta að vera málamiðlun því ég hef aðeins rætt við borgarfulltrúa og borgarráðsfulltrúa sem stóðu að samþykktinni og ég hræddur að þeir flokkar sem stóðu að því að taka verkið niður og læsa þær í geymslu, ég aðeins hræddur það ég sagði ansi, ég má ekki segja ansi í kirkju því það stytting á blótseti. Ég býsna hræddur að þeir sem stóðu að þessu, þegar ég erfitt með að snúa tilbaka. Og til dæmis oddviti Sjálfstæðisflokksins sem stóð að þessu, greiddi þessu atkvæði sitt. Ég hef unnið mikið með borgarráðsfulltrúum Sjálfstæðisflokks á kjörtímabilinu og ég veit að þeir láta ógjarnan hlut sinn og þeir snúa sig ekki á punktinum. Ég held að allir flokkar sem stóðu að þessu með því að greiða þessu atkvæði sitt eiga erfitt með að snúa við. Þess vegna gæti þessi málamiðlun verið framlag. Nú hins vegar veit ég að Ari Edvald, borgarstjóri Miðflokksins, sem hefur enga svona sögu að baki þessu máli, við höfum rætt þetta og hann hefur rætt þetta hér og hann reiðubúinn til þess að ganga alla leið og flytja tillögu skoðun málsins og fylgja því eftir vonandi í meirihluta á næsta kjörtímabili og láta málið ná alla leið þannig að styttan verði ekki bara til sýnis á safni, heldur hún verði aftur sett upp á almannafæri í Reykjavík þar sem flestir geti notið hennar. Nú vandast málið, því að nú er að gera eitthvað sem ég valdi ekki að stáður. En nú ætlum við að skipa pallborðið, bæta hér við 3 öðrum. Ég býð sér að Auður Viljónsdóttir að koma, sér Arndísi Hauksdóttur og Helga Ás Gretarsson. Nú, einhvern veginn þarf að byrja þetta, kannski með kontu. Það verður tæknimaðurinn okkar mun koma með mikrofón til þeirra sem að vilja tjá sig. Það byrja á að tala eins við pallborðið og síðan að tala við salinn. Þetta nú við. Það er allir komin í pallborðið. Auður Eir, er hann ekki hér? Jú, hún var að fara fram. Halldór fer og athugar það, hún kemur sem hún kemur. Ég ætla að byrja á að varpa einn spurningu í pallborðið og síðan mun ég biðja að fá salinn til þess að hjálpa okkur með pallborðið. Tæknimaðurinn okkar er með mikrofón hjá sér sem hann kemur með til ykkar upp á pallborð sem þið getið talað í. Og þá hefst pallborðið. Og ég ætla að byrja á að henda spurningu til frummælandana
eða það sem ég að tjá sig, það sé frummælendur. Og ég ætla að byrja á Birni Jóni. Það sem komið fram hjá öðrum frummælendum og hér frá félögunum sjálfum og frá pólitíkinni, viljið þið gera athugasemdir við það eða bæta við? Nei, það er ekkert sérstakt sem kemur upp í hugan. Mér finnst bara ánægilegt að eins og Brynjar var að tala um að skoða þetta í stærra samhengi. Ég er bæði pólitískt að skoða þetta í því samhengi og í þessu svona hugmyndafræðilega andrúmslofti sem við höfum við að búa við í síðastliðin minnst 50 ár. Já, ég tek bara undir þetta. Það er þetta fyllsta ástæða til þess að taka málið upp aftur, rannsaka það vel og vandlega, sem er nú spurning hvaða þýðingu hefur, en gera það bara og reisa svo styttuna aftur á sama stað. Komiði sæl, ég heiti Arndís Hauksdóttir. Eins og ég hef kannski sagt hér á fundi áður, það er, ég má segja að séu 3 ástæður fyrir því að ég ákvað að styðja þetta málefni og síra Friðrik. Í fyrsta lagi að faðir minn hafði á honum kynni sem hann sagði mig frá, sem voru mjög jákvæð og hann satt nú í fanginu á honum. Öðru lagi hef ég sem prestur og hjúkrunarfræðingur mikið verið með stúlkur sem hafa verið áreittar, misnotaðar og ég hef verið með hópa, má kalla vinnuhópa með þessum stelpum sem ég hef haft á hvern hóp í 2 ár. Ég hef sjálf reynslu af því að vera orðið fyrir kynferðislegri misnotkun. Allar, hver ein og einasta, lýsa tilfinningu sem er mjög sérstök og sem ég þekki að sértu farið inn fyrir þín mörk á þessu sviði, þá færðu þessa tilfinningu sem er mjög slæm. Og það er engin undantekning þar á, það sem ég hef rætt við. Engin stúlka hefur gengið stolt út frá fundi þess sem hefur áreitt hana. En þessi Kristinn, innan gæsalappa, gekk stoltur á fundi séra Friðriks. Þetta bara er paradox, þetta passar ekki. Og ég er búin að tala um þetta við marga, ég hef talað við mörg 100 fórnarlömb. Svo að... Það gerður þú að það breyti ekki? Hvað? Það breyti hefnislega því sem þú ert að segja, að það var ekki Kristinn sem að það var að ræða, heldur þessi eini sem að koma á sjóvarþjóður. Já, einmitt. Já, þakka þér fyrir. Það var svo rétt sér rétt. Já, það er, hann sko er að tala um einhvern látinn mann þá einhver ættingi, var það ekki? Fóstursonur, sem kom og talaði fyrir einhvern annan. Nei, þetta sá eini sem að sjálfur gaf sig fram í hinum tilvikunum. Já, heyrðu, já, takk fyrir það. Og Sigrún, að þá var það á annarri hefndi. Það var ekki að einu tilfelli og síðan dætur í 2 tilfellum. Þannig þó að gæti verið sama dótturinn. Já. En Kristinn er eitthvað allt annað en þetta fólk því að hann hefur aldrei viljað gefa sig fram. Nei, einmitt. Og sá sem að gaf sig fram. Arndís, þetta heyrist ekki upptöku. Viltu koma hérna og segja þetta aftur? Sá eini. Þú voru að fá mikrofón. Ég vil að fá mikrofón á þau tali, það heyrist ekki upptöku. Það breytir engu efnislega algerlega því sem að þú ert að segja. Arndís. En bara svo að það sé rétt hvaða aðila var að ræða, að þá á þetta sem þú nefndir, frásögnina þeim sem kom stoltur af fundi séra Friðriks, það á við þann eina sem að ræddi við séra Bjarna og Sigrúnu eigin reynslu. Hinn 3 tilvikin voru frá aðilum sem að sögðu frá í einu tilfellinu eiginmanni látnum og í einu tilfelli föður látnum líka. Ólafur Egilsson heiti ég. Getur þú leiðrétt nafnið? Já, ég ger.
Bara svona til að leiðrétta áfram, ég heiti Arndís, ekki Valgerður. Þriðja ástæða mín var sú að þetta þarf að vera áfram starfandi félaga mínu mati. Það er verið að taka vinn minn, lækni, af lífi, rífa af honum vinnuna án tilefnis. Og það er það sem ég vil halda áfram við að vinna að æran sé ekki tekin af fólki án ástæðu. Takk ykkur fyrir. Já, Helgi Ás Grétarsson heiti ég og lögfræðingur að mennt og hef verið varaborgarfulltrúi á yfirstandandi kjörtímabili. Nú, það er ekki allir sem að skilja kúltúrinn sem að í Ráðhúsi Reykjavíkur. Mín skoðun er sú að þar ráði mjög af ríkjum svona tákmyndir og pólitískur rétttrúnaður og það er í öllum flokkum. Það þýðir þá meðal annars það að fólk vill alltaf vera fallegt og huggulegt upp á almenningsálitið og slíkt og gera það þá að kostnaði jafnvel grundvallargilda og prinsippa. Og þetta mál var þannig vaxið að mínu mati að mér blöskraði strax í ljósi þess að engar rannsóknir lágu baki ásökununum strax í október 2023, nóvember 2023. Það var engin rannsókn, svo fullnægjandi væri. Það var nafnlaus ásökun og það sem að mér finnst vera mjög mikilvægt að setja þetta í stærra samhengi varðandi önnur mál. Hvort sem að þú ert tónlistarmaður, leikari eða önnur þjóðþekkt persóna, er að aðferð þessa fólks við að stýra þjóðfélaginu þarna í gegnum fjölmiðla, ríkismiðilinn, það er að koma á hysteríu. Það er að koma á að allt sé byggt á tilfinningum. Þannig það er ekki nákvæm röksemdafærsla, það eru ekki upplýsingar nákvæmlega staðreyndir, það eru stóru strókurnar og tilfinningarnar. Það er stórhættulegt við rannsókn allra sakamála og við rannsókn allra mála þar sem að ásökun mögulegt refsivert athæfi sett fram. Mál séra Friðriks þarf að setja í þetta samhengi að hér er að reyna að brjóta tákmynd bæði karlmanns annars vegar og svo kristinnar trúar hins vegar. Og eins og til dæmis bara varðandi hvernig stemningin í Ráðhúsinu, að það var líka verið núna að samþykkja það að það á að setja síðan nýjar styttur í borgarlandinu og núna varðandi þá kvennabaráttunnar. Aðalatriði hér er, eins og Ari Edvard, oddviti Miðflokksins var að tala hérna áðan, að það er ekki hægt að sætta sig við að svona ákvörðun er tekin á svona veikum grundvelli, að málsmeðferðin sé svona léleg, að við getum látið duttlunga ráða því að endurskrifa söguna manneskjur sem að hingað til hafa gert frábæra hluti í þágu almennings og í þágu þjóðarhagsmuna. Það er raun og veru bara þetta einfalda prinsip sem er byggt á lögum sem að ég hef viljað standa vörð Takk fyrir þetta. Nú ætlum við að snúa okkur aðeins að ykkur í salnum að báðið að snúa okkur á salnum og höfum það þannig að þeir sem vilja spyrja á borðið eða tjá sig í örstuttum orðum, þeir standi upp og kynni sig. Þeir þurfa að vera með míkrafón og ekki tala lengi. Það er beðið orði aftast. Góðan dag, ég heiti Kristi Sigurjónsson og hef ekki farið varðhunda þessum ásökunum, en mér langar þess að vekja athygli á því að einn stærsti sögudólgur í þessu eru fjölmiðlar.
Það kemur hérna MeToo-byltingin og þá eru karlmenn berskjaldar fyrir svona ásökunum og það búið að vera hér sennilega nokkrir tugi karlmanna sem búið að ráðast á. Það komið fjölmiðla 4 karlmenn sem tóku sitt eigið líf fyrir svona ásakanir og ég vil minna á að núna á föstudaginn langa þá var enn einn maðurinn krossfestur. Það var tónlistarmaður sem búið að hreinsa af öllum sökum í dómstólum, bæði í Landsrétti og héraðsdómi og mér finnst að það ætti að snúa sér að fjölmiðlum að fara að tala málefnalega þetta því þeir þegja algjörlega þetta. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir. Það ekki formleg spurning hér, en eru fleiri sem vilja taka með orð. Standu upp og kynna sig. Tjá sig eða koma spurning. Ég heiti Guðfinnur. Ég einn af drengjum Svíra Friðriks. Ég valsari, KFUM-maður og svo ég skáki. Tali mikrofónu. Nú ég á leiðinni í það. Þetta var reikningin. Það ekki hálftíma. Málið það, ég fæddist í Skuggahverfinu og það voru boðorð það. Þú skalt ekki fara í Lúsaborgina, þú skalt ekki fara í Bjarnaborgina, þú skalt ekki fara í Höfðaborgina, þú skalt alls ekki fara upp á Skólavörðholt. Þar lágu hommandi fyrir okkur. Nú var hér ganga fyrir samkynhneigða til þess að kynna hvað hommandi héldu sig á Skólavörðholtinu. Enginn sagði orð. Ég var yfirleitt á flótta því ég mátti ekki fara að ég stytti mig leiðir maður stýrtir þess að fara. Nú leyfið þið að ráðast á Svíra Friðrik, ég hitt hann okkur tvisvar eða þrisvar. Mér finnst þið vera með langklúku, þið eigi að keyra bara á þetta hart og leyfið þessu fólki ekki að komast upp með þetta. 2024 gef ég 2 börnum vist í KFUM og KFUM. Þau hringdu ekki í minningu Svíra Friðriks, þau hringdu ekki einu sinni í mig og sögðu skammast í Guðfinnur. Þá getur ég ímyndað hvers konar fólk þið að fást við. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðfi. Einhver sem vil segja nokkur orð í stuttu máli. Standa upp og kynna sig. Já, ég kom sér Þóran heiti ég og beinu orðum mínum til Helga Ás Grétarssonar. Nú kom Brynjar Níelsson inn á það áðan að þessi hugmyndafræði væri árás á kristna trú. Við erum kristin þjóð í 1000 ár, við erum með kross í fánanum og við erum með sennilega eitt kristnasta þjóðsöng í heiminum. Við sáum það þegar Ísland var að keppa á stórmóti í fótbolta 2016 og 2018 og voru kannski 8.000 manns að syngja þennan þjóðsöng. Spurning mín til Helga Ás er þessi, hvernig maður það vera í kristnu landi með kross í fána og krist í 1000 ár. Að börn, eins og ég fekk að fá ekki Nýja testamentið í kristnu landi afhent í 10 ára bekk eins og var alltaf áður í Reykjavíkurborg og það sé að vandræði að þessi börn megi fá að fara í kristna messu í kristnu landi með kross í fána og krist í 1000 ár. Hvað hefur gerst í Reykjavíkurborg síðan og af hverju var þessi stefna ofan á börnunum? Kristus segir, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim ekki því slíkra er Guðsríki. Af hverju mega börnin ekki koma til Jesú og hlusta á orðið hans núna? Já, takk fyrir góða spurningu. Það eru komin ansi mörg ár síðan að menntaeyfirvöld ákvað bara heilt yfir landið að ég held, það var ekki bara Reykjavíkurborg, að engin trúfélög, íþróttafélög og þess háttar mættu koma inn í skólana og þessi ákvörðun og stefnumótun var tekin held ég í samstarfi aðallega við kennarasamtökin. Þannig að það var þá vilji menntamálayfirvalda
að loka fyrir svona heimsóknir, skáta og fleiri. Þetta ástæðan að skólinn átt að vera hlutlaus held ég að hafi verið meginrökin fyrir því. En eins og við vitum að þá víða land eru síðan sveitarfélög að gera samninga til þess að efla fræðslu meðal barna og ungmenna það sem kallast hinsegin málefni og það er þá yfirleitt ákveðin samtök sem að sjá þá fræðslu. Ég langar bara að benda á gefnu tilefni að ráðherra á þessu tímabili var Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem nú ber krossinn hálsinn og segir í fjölmiðlum að hún hafi haft mikinn stuðning af kristinni trú. Katrín Jakobsdóttir kláraði svo málið að taka þetta út úr skólanum. Svona við að hlusta á alla hér þá og líka að því að þá voru það nokkru sem komið til mín í hlénu. Ég held að það bara komið tími til fyrir ætlend að safna saman sögum, góðum minningum séra Friðrik. Ég held vært bara að fylla bara einhvern hluta af einhverju síðu bara með góðum sögum Friðrik eins og þið eru að tala hérna að þið hafið upplifað hann bara af góðu. Svo finnst mér alltaf, ekki var, með afleitt, það er það sem við Höskuldur vorum að tala síðustu viku, að það búið að skipta út ýmsu eins og þessu til dæmis að gefa börnunum Nýja testament og svo framvegis. Einmitt fyrir þessa samninga, ég er búin að vera skólastjóri í 15 ár, og fyrir þessa samninga hinsegin fræðslu, það er búið að gera samninga við ákveðin samtök að reka félagsmiðstöðvar við alla skóla hérna, allavega í mörgum þessum helstu bók hérna sveitarfélögum. Mér finnst þetta eitthvað sem þarf að taka algjörlega til skoðunar. Og þetta er ákveðin hugmyndafræði sem er bara að rústa börnunum okkar. Góðu fundarmenn, það eru tveir búin að biðja orðið 3 en hérna næstur er Halldór, hann er hér, það er þú vilt koma í púltið, að ég vil ekki láta það eftir þér. Það verður við að gera. Fundarstjóri og ágætu málþings þáttakendur. Ég vil nota tækifærið og þakka fyrir framsöguræðurnar allar sem voru frábærar og þakka fyrir þetta vel sótta málþing sem ber vott það að við sem erum hér samankomin, við ætlum ekki að gefast upp gagnvart þeirri baráttu að ná því fram hver sannleikurinn sé í þessu máli. Þess vegna beini ég spurningum mínum til Björns Jóns og Jóns Steinars og orða það þannig að við stöndum frammi fyrir því að gerandinn í málinu, KFM og K og framkvæmdastjóri félagsins hefur leyft sér að koma fram við okkur eins og hér hefur komið fram með slíkum ólíkindum að það virðist ekki vera hægt að ná til hans með neinum hætti. Þegar okkar formaður óskar eftir því sem Jón Magnússon að gerast félagi á ný í KFM, þá honum svarað á þann hátt að það sé ekki hægt að taka það til afgreiðslu nema á stjórnarfundi sem fari fram eftir aðalfundi. Þeir setja alveg nýja reglur það að það ekki hægt að taka á móti umsókn í félagið
nema stjórnin ákveðið að samþykkja það og það vill svo til að stjórnin kemur ekki saman fyrir eftir aðalfundinn sem var haldinn í gær. Þegar við stöndum frammi fyrir því að mæta svona bolabrögðum hjá félagi sem séra Friðrik stofnaði, þá spyr ég ykkur báða, hvernig eigum við að bregðast við í þeirri baráttu sem að mér virðist óframkvæmanleg, en ég spyr ykkur, er nokkur önnur leið en hefja mál á hendur KFUM. Ég vil líka taka það fram sem kom hér fram á fundinum, að sá eini eða þeir tveir sem stóðu upp á aðalfundinum í gær hjá KFUM, að annar þeirra var skammaður í lok fundarins af framkvæmdastjóra og nánast óskaði eftir því að hann myndi ekki láta sjá sig á vettvangi KFUM framar. Hvernig getum við farið fram við þessar aðstæður nema að sækja KFUM alla þeirra framkvæmd, allt það sem þeir hafa gert, til saka og umfjöllunar. Þakka ykkur fyrir. Vilt að ég svari? Já, mér þetta brá hér áðan að heyra lýsingar á viðbrögðum forystumanna KFUM og K og þessa miklu heiftrækni sem ég held að reyndar að hljóta eiga sér skýringar eftir að ræddi við mann hérna frammi áðan í því að menn gera sér grinn fyrir þeim hörmulegum mistökum sem þeir hafa gert en ekki menn til þess að horfast í augu við það. Og ég held að hvernig á að fá menn til þess að sjá að sér, það hljóta að vera einhverja leiði til þess en ég sannfærður það að dropinn holar stein. Ég held að það sé ekki nokkurn flöt á neinum málarekstri fyrir dómstólum en ef við höldum áfram þessu góða starfi hér og vörpum ennþá betra að ljósa máli, þá held ég að hljóta koma því að forystumenn þessara góðu samtaka horfist í augu við þar hörmulegu misgjörðir sem þarna áttu sér stað og í kjölfarið ég verð að það verður náttúrulega allur eftirleikur miklu auðveldari eftir það, en það lítur að koma að því. Já, ég held að menn hafi beitt sig fyrir klísjum í þessu máli. Það augljóst í öllu að það einhverjar klísjur. Í einu tilfellinu sjáum við að kvenfólk telur sig vera í styrjöld við karlmenn, svo fáránlegt sem það er, og svo getur það verið á hinn veginn líka. Það er enginn komið til með að segja það. Við skulum hætta þessum klísjuhugsunum og það verður bara gert með því einu, ekki með meðferð fyrir dómi, heldur bara með því að tala þetta og reyna að gera það hátt og snjallt og að efla svona gott félag eins og þetta sem hér kemur saman til þess að tryggja tjáningarfrelsi. Eitt af því sem ég glemdi að segja ykkur áðan er að ég er ekki feministi og ég er í því að fræða ungar stúlkur það að stelpur þurfa ekki að vera feministar. Þetta er eina klísjónum, skilur. Já, ég veit að þetta voru spurningar til Björns Jóns og Jóns. Við höldum áfram. Næst var Íris Erlingsdóttir, held ég, ef svo er. Já, ég heiti Íris Erlingsdóttir og að gefnu tilefni þá vil ég segja að Samtökin 78 eru náttúrulega trúfélag og það er auðvitað absúrd að þjóð eins og við sem erum með íslenska þjóðkirkju að við skulum taka kristinfræði út úr skólanum, við skulum banna það í skólanum, en svo er komið inn með einhverja þessar kenningar frá Samtökunum 78 sem eitt sem voru samkynhneigðra, þeir náttúrulega eru það ekki lengur, en okkar fortíð
allra vestræðra menningar og vestræðra landa, kristin fræði er þessi fortíð, og að taka þetta út úr skólanum fyrir þessa nýju trú eins og ég segi, absúrt, og auðvitað hinn íslenska þjóðkirkja, ég held náttúrulega að mínum mati ekki lengur evangelísk lútersk kirkja. Ég held að getum flestir inni verið sammála við það. Það vantar hérna á þetta pallborð, eins og einhver orðaði það hérna áðan, stærsti sökudólgurinn í þessu máli fjölmiðlar, og það væri gott að hafa fulltrúa fjölmiðla til að svara fyrir þá. Og herramaðurinn sem talaði, hann er í fóstbræðrum og talaði að þeir hefðu fjarlægt mynd af séra Friðrik, en þeir myndi setja hana upp aftur þegar að það væri búið að kannski sýkna hann. Og ég fór að velta fyrir mér, hvað þarf til þess að sýkna einhvern í íslensku þjóðfélagi? Hvað það? Því að það skiptir í raun og veru ekki máli, lög og réttur virðast ekki skipta máli, staðreyndir virðast ekki skipta máli, og þetta helstu einkenninn á kvenræðum þetta að lög, réttur og staðreyndir og réttarríkið skiptir ekki máli. Hvað þarf að gerast? Hvað þarf að gerast til að RÚV og Vísir, stærstu fjölmiðlar landsins, fari að segja frá, rétt og satt frá, og flytja fréttir af staðreyndir, flytja raunverulega fréttir. Og eins og ég segi, það engin fulltrúi hérna frá fjölmiðlunum, en kannski Jón Steinar, þú getur sagt mér hvað þetta. Það engin fullnaðarlausn til á þessu sem þú ert að tala um. Við erum í, hvað köllum við það, þegar að við höfum tjáningafrelsi og hvert okkar hefur heimild til að hafa þá skoðun sem hann kýs, að þá eru skoðanirnar mismunandi og við hljótum að styðja það, og við eigum bara að vera þá hávaðasöm og láta hvína í okkur skoðanir okkar ef við viljum fá fleiri til liðs við okkur. Og það eitt sem dugar betur en nokkuð annað. Það pottþéttur rökstuðningur fyrir því sem maður að segja. Þá fær maður ótrúlega marga á sitt band. Takk. Og næst Lárus, held ég. Já, stutt. Ég vil þetta ráða þannig að fyrsti tenor á þarfum ekki hljóðum, allt fína. Mér langar bara svona í lokin, að ég gæti ekki komið því áðan, þetta sem ég var vitni af í gær á aðalfundi KFUM, og það alveg ljóst. Eftir fund, þegar ég tók í hendina á formanninum og framkvæmdastjóranum, sem öskraði á mig og sagði, Lárus, þessu máli lokið. Og eins tók formann undir það, og ein stjórnarkona. Við erum búin að loka þessu máli og þið eru að tendra bál sem búið að slökkva. Þeir tala sem sagt það, KFUM, að þessu máli sé lokið. Þau sögðu við mig fyrir 2 árum, ég var einmitt að gagnrýna þetta líka, að þá sögðu við trúum bara á Jesú Krist. Við erum ekki að setja einn eða neitt á stall og gera meira úr honum heldur en öðrum. Þetta voru svörin. Þannig þau eru algjörlega mínum huga, komin algjörlega út í vegg og segja bara þessu lokið á okkar hálfu. Hana nú. Og ég myndi aðeins á það, ég verð að segja ykkur líka frá því, sem ég myndist á í gær, þegar minningin 150 ára afmæli séra Friðriks var minnst 2018. Ég var í nefnd sem var að undirbúa þessa tónleika og veislu í Lindakirkju. Það átti allt að gera það besta og mesta sem hægt var
fyrir séra Friðrik. Þetta sögðu allir í nefndinni, starfsmenn KFUM, gera allt sem hægt að gera. Það voru 600 manns í Lindakirkju og mitt hlutverk var það að því ég matreiðslumaður og hafði góð tök á byrgjum til þess að ná í veitingar. Allstaðar sem ég kom, þegar ég nefndi séra Friðrik, sjálfsagt, hvað viltu mikið? Mér tókst að ná í veitingar fyrir 600 manns. Allt í einu svo kemur þessi bók út, snýst allt við. Og auðvitað þetta peningar sem snúast Þeir hafa bara fóru algjörlega á rýmingunum, töldu það að Vatnaskógur væri bara búinn og Lindasel og allt saman. Þetta líka smávís hjá fóstbræðrum. Við getum ekki verið með mynd af manni sem ásakar að hafa verið kynferðisbrotamaður. Það fækkar kannski á tónleikum hjá okkur. Svona þetta. Peningarnir skipta þarna öllu máli en ekki persóna sjálf. Ég vil bara koma þessu aðeins að. Takk fyrir. Það eru nokkri hérna sem að biðja orðin. Nú þurfa menn bara stutt orðir því að við verðum ekki mikið lengur hérna. En næstur á mældagskrá Jón Magnússon, gjör svo vel. Setni hálfur kallu upp eða? Takk fyrir. Já, mér dætti hug að segja frá því að þrátt fyrir ítrekuð tilmæli til Ríkisútvarpsins það rödd okkur fá að heyrast þar, að það var passað upp og svo sé ekki. Það talaði að útvarpsstjóra að það verði gætt jafnvægis og endilega skoðað, síðan gerist ekki neitt. Það er bara að gera grein fyrir því. En svo er ein spurning til Jón Steinars Gunnlaugssonar. Hann sagði frá máli hérna áðan, þar sem hann var með mál fyrir mann sem hafði verið sakaður það að hafa sem sagt gerst brotlegur gagnvart dóttur sinni. Hann var sýknaður í Hæstarétti. Samt sem áður þá var heldur betur ráðist á manninn. Ef að ég man rétt, en við erum orðin svo aldraðir við Jón að vera farnir að gleyma, eða kannski munum ekki rétt, en allavega eftir því sem ég best man, þá kom það í umræður, hvort það sem það var hjá Illuga, eða öðrum, að þá kom það fram að maðurinn hefði nú samt sem áður verið sigur, hann hefði bara haft svo góða námann. Geturðu kommentir á það? Já, þetta var rétt hjá hann. Nei, lögmaðurinn skiptir engu máli. Það eru lögin sem gera það. Og þetta mál var dæmt bara eftir settum lögum og það var óhjákvæmilegt að sýkna manninn. Ef þið haldið það að Hæstiréttur kveði alltaf upp rétta dóma samkvæmt lögum, þá var það því miður ekki þannig. Og það er misbrestir á því, en í þessu tilfelli, ég held að máli hafi verið þokkalega flutt, Jón minn, eins og þú hefði gert, sko. En þetta fór svona og það var bara mesta ánægjuefni, en eftirleikurinn, það er hann sem skipti máli. Maðurinn var tekinn af lífi, af almenningsáliti hér á Íslandi, þannig að hann missti fjölskylduna, hann missti atvinnu sína og hann missti heimili sitt á Íslandi og var að flytja til útlenda. Þó hann hefði verið sýknaður í Hæstarétti Íslands. Þetta nú þetta fagra þjóðfélag sem við búum hérna í, enda erum við með fulltrúa fyrir þessum öfugmælum sem ég nefndi með nafni áðan en sleppi núna. Takk fyrir Jón Steinar. Það er maður hér á fremsta bekk, Sigurður Haraldsson. Hann talar stuttur. Mjög stuttur. En hvað er hægt að gera? Þetta eru góðir fundir sem við höldum. Við erum samt mikið til sama fólkið og höfum engan verknámsherni. Við höfum talað hérna hverjir eru helstu sögutólkanir, við tölum fjölmiðla, við höfum lítið minnst á Guð Magnússon sem er náttúrulega eitt stór svikari bara. Og við langar að nefna eitt dæmi hérna á bókinni sem hann talar það að hann skýrir einn kallan ég er breyskur maður og fyrir síðan að tala það að séra Friðrik hafi nú ekki komið fyrir seint síðir frá Kaupmannahöfn og þetta liggja því að eitthvað hafa haft annað að gera heldur en að koma heim
Svo seint í kaflanum kemur út af hverju séra Friðrik sagði að hann væri breyskur maður. Og hvað var það? Jú, honum þótti gott að reykja vindla. En ég held að við þurfum að taka upp sjálf, fara að búa til podcast og safna sögum, bæði góðum og líka góðum sögum séra Friðrik og þá árás og þá sviksemi sem að KFUM, Valur, Fóstbræður og ekki síst Guðmundur Magnússon hafa sýnt æru séra Friðriks. Takk fyrir. Málendaskrá bara lokið en einhver... Einstafar aðstöð. Já. Ég ætla að fá að segja við ykkur bara hættið að hugsa hvað aðrir að gera. Passið bara upp á ykkur sjálf og látið ekki hrífast eða falla fót fyrir það sem aðrir segja. Við berum ábyrgð á okkur sjálfum persónulega og við skulum þá tala snöggum rómi það sem okkur finnst og færa rök fyrir því. Þá bara verður þjóðfélagið eins og það verður og við ráðum ekkert við það og ekki vera að gera kröfu til þess að það sé eitthvað voðalega slæmt að einhverjir aðrir hafi aðrar skoðanir. Já, vittur svo að það geta við. Málendaskrá er lokuð en það var einn maður sem ætlaði að segja nokkur orð. Já, Jóhann Ólafsson heiti ég. Ég vildi bara leggja áherslu á tvö atriði. Þegar í upphafi þessa fundar þá finnst mér vera svolítið farið dálítið vitlaust inn í málið. Það er sagt að það þurfi að leiða sannleikann í ljós. Sannleikurinn er algjörlega ljós. Friðrik er saklaus. Og sönnunarbyrðin hvílir algjörlega á þeim sem eru með óhróður og klína á einhverjum illvirkjum. Svo er það hitt málið. Ólafur Egilsson minnist að það einu lifandi vitnisburður séu maður sem kemur og upplýsingar séra Friðrik hvort að hann geti stundað fótbolta. Og Friðrik lítur á málið og gefur greinilega mjög gott svar því að viðkomandi hinn heiminn lifandi. Þetta er engin kynferðis áreiti. Þetta á ekkert erindi inn í þetta mál og bara vísa því frá þegar verður að halda því hjá. Takk fyrir. Við eigum eftir að lesa ályktun fundarins sem er gert á eftir. Ég vil bara endurtaka aftur að hingað var boðið Bjarna Sigrúnu, Guðmundi Tómasi og fulltrúum frá stjórnum, KFUM, Vals og Fóstbræðra. Það mætti enginn. Hvað þýðir það? Afboðuðu sig. Já, þau afboðuðu sig. Það er nema Guðmundur Magnússon. En ég var búinn að loka mælendaskrá, en það var, Íris vildi segja örstutt. Nei, það var svona. Ég held að Helgi hafi sagt áðan að honum þætti ólíklegt að með styttuna það gæti tekið tilbaka í borgarráði og svo þetta sem Fóstbræðra yfir stjórnin þar segir að þessu máli sé lokið. Ég hef búið erlendis í yfir 30 ár og einn stærsti ljóðurinn á ráði okkar Íslendinga, og ég líka, hvað okkur finnst ofboðslega erfitt að viðurkenna að við höfum rátt fyrir okkur og að biðjast afsökunar.
Meðan ég man, þá ætla ég að segja ykkur frá því að þegar styttan var sett upp í Lækjargötu 1951, þá var flutt Ávar og nöfn þeirra sem söfnuðu fyrir styttunni að Ávar og nöfn þeirra sem söfnuðu fyrir styttunni liggur hér frammi, ljósritar, og bið ykkur að taka eintak til að lesa. Þá er ég búin að koma því til skila, ég myndi eftir því. Ég sjálfur ætla að skilja bara eftir eina spurningu hérna fyrir frummælendur og ykkur til að fara með heim. Og við ætlum ekki að svara henni í dag, við ætlum bara að hugsa hana og vinna að því. Spurningin er, hvað þarf að gera til að endurreisa mann og séra Friðriks? Það er meginverkefnið. Ég er ekki bara komið hérna. Ég get svarað þessu. Já. Það er sjálfsagt að rannsaka betur en gert hefur verið. Mikrofón. Sjálfsagt að rannsaka þann árnám sem hefur verið og gera það almennilega og setja svo bara styttuna upp í Lækjargötu. Málið dætt. Þetta er svona einfalt. Það er fagurt og einfalt. En þá held ég bara að dembi mér í að flytja hérna ályktun sem við höfum tekið saman og ég ætla að reyna að lesa henni fram úr. Eru þið til í það? Það er ályktun málþings æruverndar haldið í Seltjarneskirkju 19. apríl 2026. Málþing æruverndar 19. apríl 2026 undir heitinu Hver er sannleikurinn? Æruvernd og dómstól fjölmiðla fjallaði ávirðingar sem settar að verið fram gegn mikil virkasta og virtasta æskulýðsleiðtoga Íslands fyrr og síðar. Séra Friðriksson stofnaði KFUM, Knattspyrnufélags Val, Karlakóni Fótboltabræður og fjölmörg önnur félög, eins og Hauka. Í því skyni að meta og dæma út frá viðurkenndu reglum réttarríkisins hvort hægt sé að fullyrða eða telja líklegt að séra Friðrik hafi brotið gegn kynferðismörkum barna. Fjallað var skýrslu séra Bjarna Karlssonar og Sigrúnar Júlíusdóttur í því sambandi auk aðkomu Tómasar Torfarssonar frá framkvæmdastjóra KFUM og K og Guðmundar Magnússonar, en þeim var öllum boðið þáttaka í málþinginu en mættu ekki. Eftir faglega umfjöllun var niðurstaða málþingsins að ekkert haldbært lægi fyrir sem sýndi eða gerði líklegt að séra Friðrik hefði brotið gegn kynferðismörkum barna á þeim tíma sem meintar ávirðingar gegn honum eru hafðar uppi. Hafa verður í huga að séra Friðrik var á síðustu árum langar ævi sinnar ellirumur og sjónlaus. Fjarri lagi er að mistúlka megi framkomu aldrara sem svo er ástatt á þann veg sem gert hefur verið með séra Friðrik. Ekki liggur fyrir að séra Friðrik hafi nokkur sinni beitt nokkurn einstakling ungan eða gamlan, nauðung eða broti á hann kynferðislega. Þegar þetta er virt auk annars sem kom fram í málþinginu verður að telja upplýst samkvæmt þeim gögnum sem fyrir liggja að séra Friðrik Friðriksson hafi ekki miðað við tíðaranda á æviskeiði hans farið yfir eðlileg mörk eða sýnt af sér óviðurkomulega framkomu gagnvart ungum drengjum eða öðrum. Það sem sýnt hefur verið fram á að ávirðingar í garð séra Friðriks standast ekki er þess krafist að Reykjavíkurborg setji styttuna séra Friðrik sem reist var eftir almenna fjársöfnun fyrir fólkungu virtra borgara, karla og kvenna, aftur á stall þar sem hún stóð áratugum saman við Lækjargötu í Reykjavík og KFUM og K og aðrir sem tekið hafa niður minnismerkjum séra Friðrik komið þeim fyrir á nýjan leik. Þetta er ályktun sem við viljum bera undir ykkur. Já. Ein athugasemd. Þið vissir að orðið faglega yfir heima í þessum texta? Já. Það ein athugasemd.
hún er spurning til ykkar sem hafið samið drögin að ályktuninni. Ertu viss að eru þið vissir að orðið faglega eigi heima í þessum texta? Ég bið Jón Magnússon að svara þessu. Já, ég tel að það eigi heima. Og þetta á mínu. Já, það vandamálið er að stytta það með við þær upplýsingar sem við erum að gefa í aðdraðan. Ályktunin sjálfur eru ekki nema ein setning. Það er líka það má samþykkja ályktunina með því að stjórn sé falið að breytingarinn. Já, slota mikrofóninn. Því ég vinn nú mikið með fólki sem á í erfiðleikum lestur, sko. Við erum að tönglast aftur og aftur á þessu kynferðislega. Hreinsiði það svolítið út. Já, það ekki. Þetta er allt og mikið áhersla, þannig að fókusinn kemur allt á þetta kynferðislega. Þið þurfa að hafa einhvern text aðeins öðruvísi. Að mínu mati. Bara mínu mati. Já, felum stjórnina að ganga frá. Já. Með þessu klappi lít ég svo á að þessi ályktun sé samþykkt með þeim skilaboðum til okkar sem við undirbúum málþingið að við förum betur yfir textan og höfum að styttri og fallegar en ákveðin. Ég vil þakka ykkur fyrir þennan fund, það er að koma fundarslitum. Ég vil benda á félagi Ærumend, þeir sem eru ekki í félaginu, þá er þetta að gerast félagi með því að fara inn á tölvupól sem heitir æruvend og skrá sig sem félag. Og það var mikið gleðitíðindi sem gerðist í vikunni. Við fengum kennitölu, þannig að við vorum alvöru félagi. En takk fyrir, ég ætla að biðja Valgeir Ástráðsson að koma hérna upp og slíta höndina. Valgeir. Ég þakka bara fyrir mig. Það er búið að vera, þú fórum að segja það, gott að vera á þessum fundi. Ég var á öðrum fundi í gær sem var aðalsfund KFUM og ef við miðum það sem að byrjaði hjá okkur núna þá vorum við miklu fleiri heldur voru á fundi KFUM. Samstæðan er ekki meira en það því miður. En við getum næta okkur það. Það er mikið búið að segja og mikið búið að kenna okkur. Ég ætla ekki að fara að bæta við það. Ef ég væri á stað þá get ég byrjað og verið lengi. Ég á mynd af mér heima þar sem ég er í fanginu á sér og Friðrik, 3 árum gömlum og svo mynd hún birtist víða og það byrjaði fyrir með sér og Friðrik. Þegar við vorum að byrja á því núna eftir að allt gekk yfir, þá vorum við bara fá. En það hefur blessunarlega náð lengra og þar erum við. Mér datt í hug eitt af versónum að séra Friðriks. Það er nú lengra, ég ætla bara að lesa það stuttan. Jesús kallar verjið víð, varki strengasveit, láti hljóma ljúft á móti, lofgjörð, hjör og heit. Þessum við ekki fara bara eftir því þegar við förum heim frá þessum fundi. Nú skulum við spenna greipar og biðja saman. Já, miskunnlegum samur Guð, við þökkum þig fyrir það að þú hefur gefið okkur góðan far. Þökkum þig fyrir það að við fengum séra Friðrik. Þökkum þig fyrir það að við getum enn notið hans og við stöndum með honum hjá Drotti. Kend okkur leiðir, veitt okkur blessun. Við byggjum þig líka að blessa þeim sem að standa gegn, hjálpaðu þeim, opnaðu augu þeirra
láttu þeirra ganga verða sú sem er hinn hella og góða. Já, Drottinn, þannig byggjum við þig fyrir trúnni meðal okkar þjóðar. Hjálpa okkur að standa þar saman, lifa saman og standa þar sem til þarf svo að þau megi verða. Já, þannig leggjum við allt í þínar hendur en byggjum saman bænina sem við alltaf lesum og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, gefið verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglega brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við fyrirgefum våra skuldir. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Takk fyrir góða stund. Takk fyrir. Séð þið vonandi annan kvöld? Ég held að ég sé búin að ráðstafa. Mátti reyna það? Algjörlega. Ég hafði sem þið, þakka þér saman. Kannski eiga eftir að hittast aftur. Þakka þér kærlega fyrir fílastjórn. Já, ég rakkaði mér yfir þetta á Fossblæti. Og það vilja að bókin var að fylla og er ekki lagað eitthvað málaverðum. Það er hönd bókarinnar sem er að blekkja og hann er sér. Það var sækja málaverð. Já, það er að gera það. Heyrðu.